Já, komið sæl, sunnudagur og þá eru sýnir Egils. Gunnar Smára ennþá fjarverandi, þannig ég sitt hér einn. Í seinni hluta þáttarins þá koma til mín tveir þingmenn, Guðlaugur Þór Þórðarson og Pavel Bartošek, og þeir ætla að ræða ESB-málið og þeir svona við svolítið laus við það ef við viljum, en til mín konar 4 konur. Það er Kolbrún Þorsteinsdóttir, aðstoðarskólastjóri í Mosfellsbæ. Nei, í Reykjavík. Nú í Reykjavík, já. Nei, þú varst lengi bæjarfulltrúi Var bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ. Í hvað skóla? Ég er í Dalskóla, Júlúsadal. Já. Sóli Tómasdóttir sem við þekkjum nú vel og nú er ég ekki búin að finna skaliða sem að starfsheitið þitt var. Hvað er það? Nei, það er líka svo flókið. Ég veit það, fyrir mig. Já, nei, ég er kynja og fjölbreytileika ráðgjafi. Já, og Eva H. Arnardóttir, prófessor í stjórnmálafræði og Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Kímalsins. Verið allar velkomnar. Takk. Áður komið inn, þá vorum við svolítið að tala kosningarnar, til að vilja mest Miðflokkinn. Er hann kannski að stela sinninni? Mjög góðið illu, sko. Hann er kannski, það er allavega margt áhugavert sem er í gangi þar. Já. Og eitthvað sem að, greinilega mikill hasar á samfélagsmiðlunum. Já. Sko, já, mér finnst hann fá óþarflega mikill pláss, það er bara að segja eins og er, og hef svolítið verið hugsið yfir því hvað, og ég skrifaði um það pistil núna á föstudaginn, hvað ég fattaði allt í einu að einhvern veginn meira og minna fólk sem að er einhvern veginn upptekið af jafnrétti, fjölbreytileika, félagshyggju, einhvern veginn bara svona vinstrið, gamla, hefur verið eiginlega bara stanslaust í viðbragði við Miðflokkinn, svo sko missurum jafnvel árum skiptir og mér finnst það bara hafa verið að aukast. Og sjálf hef ég áttað með á því að sko mín ég skrifa vikulega pistla og þeir hafa verið meira og minna í einhverju varnar skilja, í staðinn fyrir að við séum einhvern veginn að bara halda áfram að þróa þetta samfélagi átt að einhverju betra og meira inngildandi og þú veist, taka allan innan fjölbreytileika og fagnunum og nýtan og eitthvað. Þá er fólk að beina og eyða orku sinni í eitthvað algjört rugl, einhverju svona upphrópanir sem að koma frá þessum flokki sem að gera engum gott og þetta tekur alla orkuna úr einhvern veginn framþróuninni og fer bara, skiljiði hvað ég á við. Já. Það er svo skemmdarvargur. Og þetta er 10% af flokkur sem á ekki skilið alla þessa athygli. Nei, en það er nú, sko, náttúrulega bíltúr Ara Edvald er náttúrulega fyndin. Já. En sko Trump er líka fyndin, en þetta er bara skaðvaldar, skilur. Þetta er ekki hollt, þetta er ekki gott fyrir samfélagið. Nei. Og þú veist, reynum frekar bara, tölum bara hvað við viljum gera. Hættum að beina athygli okkar einhvern veginn, að beina sjónum okkar af þessu rugli. Já. Sorry, er ég orðin óþarflega reið svona ég get alveg bara tekið undir þetta og það er að segja að ef það er sífellt sko viðbragð segja, einhver kemur fram með eitthvað og við segjum bara, já, nei, þetta er ekki svona eða öfu, að það einmitt stoppar umræðuna, hún stoppar þar, það frekar einmitt að segja, heyrðu, við erum ósammála, við gerum þetta svona, í staðan fyrir að vera alltaf að svara einhver ansvari, þannig að það er náttúrulega það sem getur ýtt undir sundrungu. Já, og ekki bara það, heldur erum að líka, sko, mörkin okkar hafa líka fest til og eins og, sko, ég uppgötvaði þetta allt í einu þegar að ég var að tala við vinkonu mína og ég var að segja, þú veist, en come on, það eru líka góði flokkar, til dæmis þeir sem ekki ætla að leggja niður mannréttindaskrifstofuna. Og þá allt í einu fattaði, þú veist, mín mörk eru þar, mér finnst það gott fólk sem ætlar ekki að vinna gegn mannréttindum. Í staðinn fyrir að maður gerir kröfur eitthvað, þú veist, höldum áfram að efla mannréttindaskrifstofuna, hver eru næstu skref, hvaða aðgerðir ætla flokkarnir að fara í. Ég er ekki eins og að gera kröfu það. Nei, er bara Samfylkingin sem búin að tilkynna stefnu fyrir Jú, en það er svona, þú veist, við fólkið í landinu, við ættum að hafa einhverja skoðanir, við ættum að krefjast einhver, svo, þú veist, þau eiga að vera að mæta okkar þörfum. Jú. En það er svolítið áhugavert, sko, að þessir frambjóðendur í öðrum kjördæmum heldur en Reykjavík, það var í, held ég, 2 eða 4 kjördæmum hjá Miðflokknum sem eru svolítið að vakna upp og segja, herri, þetta er nú ekki það sem við stöndum fyrir og er svona að bakka svolítið með það sem að forysta flokksins er að segja.
bara, og maður spyr sig þetta, vissi þetta fólk ekki hvað var að gera, vissi það ekki, þú veist, þekkt, eða sem sagt áttaði það sig bara ekki á þessu og hvað það var að gangast undir eða þá að það er að koma einhver ný öfl inn í miðflokki sem vilja ekki þetta, sko. Ég, stjórnmálafræðingurinn betri varpa ljós á það, sko, en mér finnst það allavega athyglisvert. Eða þetta er bara dæmigert fyrir populistaflokk að slá í og úr. Að vera með einhvern sem að segja, þú veist, setur fram róttækurskoðunar, svo er aðrir sem segja, ég stend nú ekki alveg með þessu, en þú veist, en þau eru ekki að gera neitt, þau eru bara að flagga einhverjum fánum, þau eru ekki að segja bara fyrir ekki maðurinn þarf að beðast afsökunar, þau eru ekki að segja, við viljum, þú veist, við munum setja annað á stefnu, þau eru bara að segja, já, nei, við erum ekki alveg sammála þessu, það er ekkert meira, þetta er mjög milt. Fjær Reykjavík, þá dregur úr þessu hjá Miðflokksfólkinu, skýnist mér. En það má líka með velta upp að varaformaður Miðflokksins, hann er sá eini sem tala svona ykt gagnvart hinsegin-leikunum og fjölbreytileikunum og konum og svo framvegis. Við heyrum ekki Sigmund Davíð til dæmis tala svona alveg bussi frá hvort maður er sammála honum. Það er ekki aðrir sem segja þetta svona blatantly. Og það er með þessi svona mótmæli sem hafa komið fram hjá sko, oddviti Miðflokksins í öðrum sveitarfélögum. Ég var að hugsa þetta. Er þetta svona merki ég held að þau sé alveg einlæg í að mótmæla þessu. Ég kýs að trúa því. En þá fyrir ég að hugsa sko, hvert er í raun og veru innra skipulag Miðflokksins? Er þetta bara svona samtök einhver fólk sem að vill sem að bjóða sig fram, sem að kannski hverfist síðan kannski Miðflokkurinn bara svolítið í kringum 1 eða 2 persónur og allavega, ég veit að ég er svolítið að ranta en ég fann að lifir hann af leiðtogaskipti þessi flokkur, hversu sterkir eru innviðirnir og það til dæmis að sveitarstjórnar, þeir sem að bjóða sig fram á sveitarstjórnarstiginu í raun og veru leyfis að tala svona gegn varaformannunum af því að þetta er það sem að þeir vilja maður getur velt þessu. Já, en sko annað sem að mér finnst vera til marks að grasrótin sé kannski ekkert að veita neitt raunverulegt aðhald eða hafa eitthvað raunveruleg áhrif á það hvað varaformaðurinn segir eða gerir, er að hann var kosinn mjög stuttu eftir sko fádæma dónaskap í sjónvarpi. Gagnvart hinsegin-leikanum, skilur við. Ég meina hann var kosinn bara með öllum greitum atkvæðum held ég. Nei, sem varaformaður. Það er miklu meira þetta. Já. Ingibjörg, og bara mjög stuttu eftir að hann hafði í alvörunni sýnt bara mjög mikla hinsegin-fóbíu. Þannig að þú veist, þessu fólki er ekkit, þetta er ekkit svakalega alvarlegt, sýnist manni, sko. Við finnum enga afsökun fyrir hvernig þau tala. Flokkun allur samsökur. Það var nú hressandi að heyra varaformann kannski tala til dæmis efnahagsmál og umhverfismál og eitthvað annað heldur en þessi orðræða sem hefur verið í gangi. Til þess að kannski besta ráða við þetta. En Kolbrún, Inga Sæland kennarar, þetta voru svona árekstrar á þingi kennarasambandsins. Já, þetta var hressileg innkoma hjá henni. Já. Og í rauninni sko, ég meina þarna er eitt stærsta þing þessara stéttar, það saman komið, bara mörg félög, það eru félagi leikskólakennara, félag grunnskólakennara, félag framhaldsskólakennara, félag tónlistakennara, allir trúnaðarmenn mættir og annað slíkt og þarna bara verið að skerpa á stefnum og brýna okkur bara inn næstu 4 árin með nýjan formann og nýjan formann skólastjórafélagsins og þarna erum við bara saman komin svolítið til að bara svona gefa í og eins og bara eðlilegt er að þá er ráðherra búið að koma og halda svona eitthvað erindi í byrjun og auðvitað náttúrulega hennar framsögn og orðræða var kannski þannig að þetta strauk mannskapnum illa vegna þess að við kannski, það hefði kannski bara verið næra að koma inn og þú veist, hvetja fólk til dáða, við vitum hver áskorunar eru og hvað þarf að gera betur og kannski ræðan hennar sem var náttúrulega, hún fór, þessu ræði sem var birt var náttúrulega alls ekki það sem kom fram. Skrifulega ræðan hennar sem var síðan dreift á alla miðla var ekki nákvæmlega það sem hún sagði og sko þetta var kannski eitthvað sem hún má bara ræða nú á þingi, menn ef það var að breyta einhvernarkerfinu þá gerist það náttúrulega bara í einhverju samtali, við erum nýbúin að fá MMS prófin okkar og það nýbúin að endurskoða
aðalnámskrána upp á nýtt og við erum bara svolítið að halda áfram með kannski kerfið sem var sannarlega högtandi eins og þessi próf samræmdu próf sem voru tekin af og reyni gerist ekkert í mörg ár en áfram einhvern veginn höldum við með þetta aðalnámskrána eins og hún var og bara unnum samkvæmt henni og samkvæmt lögum en ef það á að breyta þá hlýtur það að gerast bara með samtali og breyttum lögum og þetta er líka enn einn svona upprópunin og svona populismi sem að við sem fagstétt bara vinni þetta þá bara annar staðar og kennarar og skólastjórnendur vinna bara samkvæmt lögum og höfum gert það síðan að þessi aðalnámskrá var sett á held ég 2011 og það var engin ósk kennara heldur að þegar þessu var breytt, þetta var bara ákvörðun pólitísk eins og skólamálin náttúrulega pólitískar ákvarðanir en einhverja svona upprópanir á þingi var ekki alveg það sem og allt sem eftir kom var einhvern veginn bara viljum við alveg vera þarna sko. Versnaði þetta bara eftir sem hún fór í viðtöl og fleira? Já, það var alls konar sagt sem að bara einhver, hvað var Magnús Þór kallað kjara baráttu stjóri, þarna verið að blanda saman kjara baráttu kennara niðurstöður í PISA sem að við vitum öll að það eru áskoranir fyrir okkur, við þurfum að laga og eins og ég best veit þá eru flestir skólar sem ég þekki til eru að skoða þetta hjá sér, eru að laga þetta, eru að horfa í bara hvað getum við gert betur og svona einhver upprópanir í eins og í Kastljósi og svona, við viljum alveg vera með ráðherra í liði við viljum gera þetta rétt og vel en ekki það að einhvern veginn við og þið og eins og við séum ekki í liði með börnunum þegar hún segist vilja vera í liði með börnunum auðvitað er við í liði með börnunum og við viljum bara bæta og laga og eins og hægt er en eins og lögin í dag og starfið í dag þá gerum við þetta með þessum hætti en ef það á að breyta það væri rosalega gott að það myndi bara fara í svona eðlilegan farveg. Þegar þú segir þetta að það sem hún sagði og ræðan hennar var tvennt og líkt. Ég er svo gaman þegar ég fór á flokksþing sem blaðamaður hjá Alþýðuflokknum í den og Jón Baldvin formaður og þá var ræðinni drift til okkar blaðamanna sem hann alltaf halda en stóð alltaf talað orð gildir. Því hann fór hann sagði kannski allt sem var í ræðinni en ekki endilega þeirri röð það var stemningin í honum en það var alltaf en talað orð gildir þannig við gátum ekkert bara slappað af og að ég væri með ræðuna við verðum að fylgjast með þetta En hvað var það sem var þá svona ólíkt bara milli þess sem var sagt og ræðinu sem var dreift? Hvernig? Já, það var náttúrulega bara alls konar, það var hún fer í rauninni út af, hún varaði okkur alveg við því, hún segir bara, nú kemur það og Maggi minn verður stiltur og allt svona kannski ætla hún að vera eitthvað fyndin og það er alveg líklegt að því að og slengir þessi fram með einhverna gjöfina, nú er ég bara að fara aftur í tölustafina og gerum það þá ef það er málið og bara svona alls konar sem hún svona fór út af að því að síðan sé ég ræðuna senda sem að hún, og við sáum alveg þegar hún var að fara út af ræðinu sinna, hún sagði það sjálf ég er ekkert sérstaklega góð í að fylgja ræðum og ég get alveg skilið það hún er lögblind, hún svo með að lesa ræðuna líka hvað ekki Jú, eflaust ljósið þarna inni erfitt fyrir hana og allt það, en ég veit að ég veit alveg hvað býr í hjarta stjórnmálamannsins sem vill breyta og bæta og þetta er svona greinilega hennar hjartans mál og fólk svona einhverjir sem eru ekki sammála þessari hvernig einhvernugjöfin fer fram í skólum og ég get alveg skilið það að þessi ekki allir sammála því en við teljum þetta vera sanngjarnt og bara einhvern veginn bara fyrir svona uppbyggingu barnsins í 10 ára ferli á grunnskólagöngunni þá teljum við þetta bara vera nokkuð skýrt og gott en einhverju foreldrar sem skilja þetta ekki þá þurfa skólarnir að gera betur í að útskýra fyrir foreldrum. En það er við töluðum áðan miðflokkinn en nú erum komin yfir í flokk fólksins sem hefur ekki átt góða daga undanförnu. Þetta er náttúrulega svo halda nú aðeins áfram með þetta er orðið svolítið óþolandi ég skil vel að þeir sem sátu þetta þing hafi svolítið svona bara mista andlitið að heyra þetta nú á einhvern veginn að fara í
eitthvað viðsnúning, breytum öllu, gerum þetta og það oft mér hefur þótt að erfitt að fylgjast með umræðum menntamál vegna þess að þetta þetta bara risastór málaflokkur, þetta skiptir máli fyrir alla. Við erum búin í þessari ríkisstjórn að vera með við erum að 3. menntamálráðherranum á hvað þetta rúmt ár sem ríkisstjórnin hefur verið starfandi og það ennþá kom eitthvað svona, eitthvað nýtt, eitthvað alveg nýtt henda sprengju inn í umræðuna þegar það sem þarf eitthvað svona festa, eitthvað að sé eitthvað svona verið að halda áfram með eitthvað. Ég meina, sem þú segir, það eru áskoranir, það ýmislegt sem að mætti betur fara, en lausninnan eru kannski ekki, breytum núna allt í einu öllu, tökum við beygju og gerum eitthvað allt annað, heldur að byggja á því sem að hefur verið vel gert og halda einhvern tímann áfram, að sé eitthvað svona, eitthvað samfella í þessu, þannig að ég skil vel að fólki að svona fallið svolítið hendur að hlusta á þetta. Það var nákvæmlega það sem gerðist og sko kennarastéttin kannski í heild sinni og upplifir svolítið sko hver svona virðingin fyrir málaflokknum, má bara toga þetta og teygja bara svona rétt fyrir kosningar og hvað stöðuleikin og hvað virðingin fyrir okkar starfið og allt þetta sett í einhverja, þið hafi nú fengið svo mikla launahækkun, hvað nú lestrar árangurinn og eitthvað svona, þannig að þetta náttúrulega ekki, þetta kannski ekki alveg þessi sko, já og við viljum bara þegar ef að ráðherra málaflokksins ber ekki meiri virðingu fyrir efninu en þetta og hver þá staðan hann úti, hvernig gerum við þetta? Þetta líka kannski þetta líka kannski sá málflokkur sem flesti telja sig hafa eitthvað input í, hafa vita á bara því að við höfum náttúrulega verið í skóla í einhverja, að minnstakosti áratug og þá sé það einhvern veginn, jafngildi það einhverju reynslu af menntamálum og auðvitað má persónulega reynsla alveg koma fram en það rosalega áberandi menntamál, það bara ég man þegar ég var í skóla og svo kemur eitthvað og þá einhvern veginn þú einhver sérfræðingur það hvernig reka skóla, bara því þú varst í skóla. Já, svo það mitt sko, það sem mér finnst vera með þetta eins og bara það sem við vorum að tala áðan varandi meðflokkin, það svona þessi svona pólitíska aðferðafræði sem að, þú veist, bara ég gamla stjórnmálakonan þú veist, að hugsaði, þú veist, sko, sá málaflokkur sem að ég brann fyrir sem stjórnmálakonum var jafnrétti og fjölbreytileiki og mannréttindi og það hefur aldrei verið stigið skref í þágu mannréttinda af stjórnmálafólki. Stjórnmálafólk hefur aldrei fattað upp á, heyrðu, nú þurfum við að bæta mannréttinda á einhverju leyti, það kemur alltaf á grasrótinni. Og það ekki hægt að vera stjórnmálakona eða stjórnmálamanneskja sem að einhvern veginn fattar upp á hlutunum sjálf. Þú verður að vera í góðu sambandi við samfélagið. Þú verður að skilja málaflokkin og þú verður að taka ábendingum þaðan. Það er sko grasrótin sem að veit hvar skóinn kreppir og hvernig hægt að leysa það. Alveg sama hver málaflokkurinn þannig að það er eitthvað bogið við það þegar stjórnmálamanneskja mætir, fer inn í einhvern málaflokk og heldur að hún viti betur heldur en og það heldur en fagfólkið eða heldur en grasrótin og ég meina eins og þú segir auðvitað við þykjumst öll hafa vit á skólamálum og skólamál eru náttúrulega eitthvað sem við viljum og við megum hafa skoðun á en sko, og kannski, en ég hef bara ekki orðið vör við það að fagfólk eða grasrótin sé eitthvað klofin í þessum efnum. Það eru foreldrar sem eru með að skilja eitthvað, en sko, að þú ætlar að hlusta á fólkið sem hefur raunverulega vit á málaflokknum, þá hljóta það að vera kennarar, það ekki? Jú, og ef þú ætlar að stunda einhvern veginn almennileg og svona vönduð stjórnmál, þá hlýtur að vera í góðu samstarfi við fagstéttirnar, er það ekki? Já, og þetta líka, þessi niðurstöður PISA, þú veist, og einhvern veginn þessir einkunnarskali og allt þetta sem að það hafa fleiri lönd en Ísland þurft að fara í gegnum alls konar, þú veist, koma að birtast slæmar niðurstöður einhverju, læsi í Danir hérna í kringum síðustu aldamót, bara farið í allsherjar að bara átaka þetta. Það hafa fleiri þjóðir komið illa út úr PISA niðurstöðum og þannig þá er það gert af einhverju samtali og ákvörðunum og stefnumótun málaflokkin. Ekki með þessum upprópunum það sem að kannski það hefði verið óslega gott og gaman að fá
sko ráðherra menntamála inn á þetta stóra þing, það sem allir eru mættir sem að bara síðan heimi hérað og vinna áfram vinnuna, að hérna einhvern veginn bara, við stöndum bara saman í því að breyta á laga, það hefði bara verið rosalega gott að heyra það, en ekki einhvern veginn svona einhverjum svona upprópuna á árásastíl og sem hélt síðan bara tók ekki enda. Þannig að hérna, við verðum bara, hérna, ég vil bara sjá meiri svona, já, einmitt þessa staðfestu og virðingu fyrir því sem er verið að gerast nýra á gólfi og við erum með fullt áskorunum og íslenska skólakerfi hefur breyst mjög mikið bara síðastlega 10 ár. Sátt allir undir og sér að fóru ykkur út úr salnum? Ykkur gengur út, sko, og hérna, og ég held að fólk hafa bara verið svolítið, sko, bara svegt. Það var, hérna, og svona, já, þetta var hérna, ekki alveg sá tónn sem að við einhvern veginn bara áttum von á. Svo núna bara fyrir nokkrum dögum að þá segir varaformaður flokksins sig úr flokknum og bara utan flokka og engin skýring komið. Hvers vegna? Hvað segir ritstjórinn á Gímaldinu ertu með? Ég engin svör sko, ég bara veit ekki meira en þið. En þetta er auðvitað mjög sérstakt og eiginlega gengur ekki alveg upp að við fáum ekki skýringar, finnst mér. Hérna, það er ekki hægt. Það er eiginlega ekki hægt, nei. En það er auðvitað, hann verður að stíga fram og ræða þetta eitthvað. Eða formaður flokksins með einhverjum hætti. Við verðum einhvern veginn að já, við verðum að fá einhver svör. Það er alveg, liggur alveg fyrir. Já. En það eru, við erum að tala um, sko, við erum að fá svör, sko, fjölmiðlar. Þeir eru bara, heldur ég, veikjast bara alveg, bara ár frá ári. Eyrún, það er hérna, Stefán Jón Hafstein, hann formaður stjórnar RÚV. Já. Hann talaði þetta á aðalfundi Ríkisútvarpsins. Já, hann var með ræðu á aðalfundinum og það var svolítið svona skýr tónn fannst mér, ég var ekki þarna en ég las þessa ræðu og við skrifum frétt upp úr henni að hann er að reyna að gera það umtalsefni hvað blaðamönnum hefur fækkað mikið og þeim hefur fækkað mjög mikið og miklu meira heldur en kannski fólk almennt átta sig á og sama tíma þá er ríkið sífellt og hið opinbera á sveitarfélög og aðrir sífellt að ráða til sín fleira fólk til þess að sjá upplýsingagjöf og það fólk síðan upplýsingafulltrúar og fólk í þannig störfum er síðan að mata sífellt veikar fjölmiðla á einhverju sem að þessi fjölmiðlar sem eru fámennir og litlir hafa enga burði til að rýna almennilega í. Og hann var svona að tala um þetta og sagði bara reynilega að þetta væri ógn við lýðræðið og benti þetta réttilega á að þetta eru afskaplega svona aumar og litlar fjárhæðir sem er að fara í eitthvað sem hefur nú verið kallað fjölmiðlastyrkir sem er svona endurgreiðsla á kostnaði, ekki beitt styrkur, heldur endurgreiðsla á kostnaði sem til fjölmiðla sem er þegar búið að leggja út fyrir eins og þú þekkir og hann svona ræðir þetta og segir að það þurfi að gera eitthvað og gerir líka umtalsefni þessar auglýsingatekjur og þetta er eitthvað sem að margir hafa nú talað um eða sem það er að segja kostnað ríkisins í auglýsingar hjá tæknirisum. Þannig að ríki eyðir í auglýsingar hjá tæknirisum, engin veit hvað mikið og Stefán Jón bendir á hann sagði að það þarf bara einn sumarstarfsmann í fjármálaráðuneytinu til að komast að þessu, til að taka saman þessar tölur, það hefur ekki verið gert. Það hefur verið kallað eftir því og ég held að blaðamannafélag hafi örugglega gert það að við vitum hvað er mikið að fara úr landi að þetta auðvitað þessi fyrirtæki borga ekkert þurfi ekkert að greiða jafn mikið eða greiða bara ekkert til samfélagsins. En síðan ertu með fjölmiðla sem berast í bökkum og reyna að skila einhverju til samfélagsins og en ríkið einhvern veginn er ekkert að koma næla til móts þar en að það þykir bara eðlilegt að það séu peningar sem fara frá stofnunum til Mark Zuckerberg svo við persónukerum þetta og þú veist að það er þannig, það er það sem er að gerast en síðan er sko til dæmis til að mynda veit ég í mörgum stofnunum þá svo að þegar við kaupum ekki áskriftir það er alveg bannað þegar við erum að spara þú veist þannig að það er ekki að kaupa áskriftir af innlendum miðlum af því það er svo dýrt og það má ekki og það er alltaf verið að skera niður og haldum budduna en það er ekkert hort endal í þennan kostnað og svo er þetta sem maður sér heildartölunar þetta er orðin 14 miljardar sem að fara þarna til erlendra tæknirisa og komin yfir þetta er meira en helmingur af
af öllum auglýsingakaupum sem eru Af Ísland, sem sagt ekki bara hið opinbera, heldur bara já, Íslendingakaupa. já, bara sem íslenskir auglýsendakaupa. Þannig að íslenskir, og þetta er ekki bara hið opinbera, það er einhver hluti af þessu, en bara íslenskir auglýsendur eru reyna að svona fóðra þetta skrýmsli svolítið áfram og við þurfum alveg svolítið að staldra við og rýna í þessar tölur og ég reyndar hef líka sagt að við þurfum að vita almennilega hvað eru margir blaðamenn, þessi gögn sem eru til það frá Hagstofan er ekkert sérstök sko og það þyrfti að vera hægt að taka þetta betur saman og ríkið er búið að vera að styðja fjölmiðla núna í 6 ár með þessum endurgreiðslum en samt getur ríkið, þar er þess að fjölmiðlanefnd, ekki sagt okkur hvað er að styðja við mörg stöðugildi blaðamanna með þessum stuðningi, þessum rekstrastuðningi og ég hef spurt fjölmiðlanefnd þetta, þeir segja bara að það er ekki hægt að taka þetta saman. Það er að gera það ekki, eða vita það ekki. Samstöðin tikkar ég ekkert bóksarna þannig að þeir eru bara utan allt. Já. Núna er það sem sagt rítamál svo til að halda við lestrakunnáttu landinu, en að því að við erum með talandi og þá erum við út í horni. Já. En ég held alltaf að svona almennt séð þá það er gott að formaður stjórnar RÚV sé að taka þetta upp. Já. Það er bara mjög gott fyrir að það sé sagt, skilningur þar á því að það þurfa að vera fleiri fjölmiðlar. Það er ekkert gaman að vera RÚV ef að RÚV er bara eitt eftir. Þá er ekkert lengur neitt skemmtilegt hjá þeim eða það er bara eitt miðill. Og stærðar hlutföllin er eitthvað sem ég held að almennt sé kannski maður fatt ekki alveg. Veist, RÚV er svo margfalt sko stærra heldur en allt annað. Það er ekkert hægt að líka þessu saman. Það er bara ein svona stór fréttastofa í landinu og það er fréttastofa RÚV sko. Það er bara miklu minni. Og flestir fjölmiðlar á Íslandi, svo ég klára þetta nú, eru bara svona eins og einn þáttur á RÚV. Þú veist, að þið hugsa bara bara svona morgun þáttur á RÚV, bara sem er einhverju 2 stjórnendur og kannski og einhverjir svona pislahöfundar eða eitthvað. Það er bara, venjuleg fjölmiðl á Íslandi er bara það stór. Bara eins og morgunútvarpið á Rás 2. Það er bara heill fjölmiðl í rauninni út af fyrir sig. Og RÚV er með alveg bara mörg svona prógram. En allir aðrir fjölmiðlar eru bara einhvern veginn að reyna þykjast stærri en þeir eru í rauninni. En eru, þú veist, þetta er ekki í rauninni hægt ef sem sagt, umhverfi á bara að vera eins og það hefur verið. Mér er sagt að það sem að RÚV skrifar inn á vefinn sinn og hverjum degi, það jafngildi dagblaði á lengd sko. Þetta séður raunverulega með vef dagblaði líka í rauninni. Já. En mér langar að bæta við þetta í sambandi við sko fjölmiðla og lýðræði, að við heyrum þetta svo oft og þetta er alveg rétt, að fjölmiðlar fjölmiðla fólk og eru gríðarlega mikilvægir fyrir lýðræði í bara mörgum skilningi og en það er ekki sko það er ekki eins og að náist og sá skilningur næst ekkert alveg alltaf í gegn og ég veit að þeir eru að fara að tala um ESB eftir en ég ætla samt að segja nú erum við að fara í atkvæðagreiðslu í lok ágúst taka ákvörðun risastórt mál sem að skiptir mjög miklu máli fyrir Ísland hvort sem að alveg bursi frá hver niðurstaðan verður og þá skiptir svo miklu máli að það komi fram réttar og sannar upplýsingar eins og hægt er og það eru fjölmiðlarnir og ég veit að fólk á fjölmiðlum er alveg bara vill virkilega standa sína plikt þar en ef þeir eru veikir þá skadar það okkur sem samfélag og ég bara taka þetta sem dæmi og þetta kannski þetta er dæmi að þetta er eitt stórt mál en þetta á náttúrulega við allt og mér finnst þetta stundum eins og þessi hugsun náist ekki alveg í gegn þetta er svo mikilvægt og við þurfum á þess að halda þetta er ekki bara eitthvað engamál fólk sem að vinnur á fjölmiðlum af því að það þarf að hafa vinnu eða við viljum lesa lífið í fréttum eitthvað þetta er bara kjarnahlutverk og mér finnst þetta bara ekki komast að skila og ég kannski stjórnmálafólk gerir sig grein fyrir þessu þetta er halvóa fallega og veitum styrki og hýtum undir og bla 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 en svo gerist ekki nú. Svo koma líka raddir úr pólitíkinni sem það er bara alls ekki að styrkja fjölmiðla.
Já, en svo það líka, svo ég bæti, svo ég heiti enn frekar undir þetta sem að þeir eru að tala um bara mikilvægi fjölmiðla og mikilvægi þess að fjölmiðla séu sterkir og að blaðafólk hafi í alvörunni aðstæður til þess að sinna þessu lýðræðishlutverki sínu, að því að á sama tíma og fjölmiðlar eru að veikjast, það eru færri og færri sem vinna á fjölmiðlum og það meira og meira sem einhvern veginn að gerast og þú færð bara einhverja skrifaða ræðu og þú vissir ekkert að það var eitthvað annað sem var sagt þarna, skilurðu, og þú hefur ekkert svigrúm til þess að fylgja neinu eftir. Það býr líka til aðstæður fyrir fólk eins og Ingu Sæland og varaformann Miðflokksins til þess að bara bulla eitthvað, segja eitthvað og það er enginn sem bregst við því, skiljiði. Þannig að það er að koma, slengja fram einhverju rugli, láta eins og það sé einhverju fylgjendur á bakvið, að láta eins og þetta séu staðrendir eða eins og þetta sé jákvætt eða gott eða eitthvað og það er fjórðavaldið, aðhaldið sem á að koma frá fjölmiðlum maður finnur bara hvað það er veikt og þetta er einhvern veginn að spíralisegast, skiljiði mig. Og þetta er líka að gerast náttúrulega í svona breyttum heimi podcastsins, samfélagsmiðlana og það er svona að fjara, það er ekki lengur einhver svona sterkar, stórar fréttastofur sem einhvern veginn bara, maður getur einhvern veginn eins og RÚV er auglýsa núna bara treystu því sem RÚV segir, og svo kemur náttúrulega bara algoritminn inn á samfélagsmiðlana og það bara ég heyri bara sem ég vil heyra og þannig að þetta eru hellingsáskoranir í fjölmiðlaheiminum í dag, bara hvernig svona og kannski einmitt líka ástæða svona mikilla skautunar og allt þetta sem er alveg þetta er eiginlega bara svona rannsóknarefni bara núna, á hvað tímum við stöndum varðandi fjölmiðla og allt þetta bakslag í og þessar miklu breytingar sem er að verða bara í Evrópu og hér og svona í heiminum bara þetta er svona alls konar, þetta er að færa ykkur áttir sem að við einhvern veginn höfum ekki kannski gert okkur grein fyrir og ekki óra fyrir í bara fyrir örfám árum síðan. Ég er ekki fréttastofu núna en ég hef verið fréttaritstjóri og þá er það nú ekki orðið svona slæmt en eins og núna ég er alveg vissum að það kemur einhver tilkynning, fréttatilkynning frá einhverjum og það, þetta er nú svolítið spennandi en við höfum einhvern tím í því að við þurfum að taka annaði, við erum lögð á stað með eitthvað sem á að vera aðalmálið á morgun eitthvað og það er bara svo fáir, það er ekki takt að það verður bara látið þetta annarkvort að sleppa að byrta það eða og þá kannski kemur það sem líka hefur gerst er að það er svo margt sem lítur út fyrir að vera fjölmiðl, eða sem það er svo margt að því að fjölmiðl er ekki bara það sem einhvern veginn birtist, þú segir eitthvað þáttur, já þetta er eitthvað, að því að og kannski gott dæmi er þáttur sem var nýlega settur á dagskrá, þar sem 2 þingmenn spjalla hvor við annan, Þórdís Kolbrún og Dagur B, þau eru með þátt og sem hefur verið alveg vel tekið og ég ætla ekki að fara að setja neitt út af það þannig séð og fólk herru frábært inn að samræðu stjórnmál eitthvað ræða saman og eitthvað svona og þetta er náttúrulega bara sett í lofti á YouTube og sem er líka stuðningur við erlenda tæknirisa af því að það er ekkert annað plattform, það er engin innlendur fjölmiðl sem á eitthvað plattform sem geti nýst í svona þátt og þau eru ekki heldur að blanda henni fjölmiðl í þetta, þau eru bara sjálfa að gera þetta en þannig er eitthvað svona komið að svona þættir hafa almennt verið bara á fjölmiðlum en þetta er ekkert fjölmiðl, þetta er bara stjórnmálamenn sem eru á fullu launum við það að vera alþingismenn líka og mjög sérstakt að því leyti til en það er svo margt, það er svo í rauninni einfalt að líta út fyrir að vera eins og fjölmiðl eða þannig að þú veist svona en fjölmiðl er svo mikið bara það sem er á bakvið, það er þú veist að fara eftir, það er vinnubrögð, heimildavinna, fara eftir siðareglum, allt þetta og það er miklu meira það sem ætti að skilgreina það sem er fjölmiðl en svo getur eftir, tæknin hefur gert það verkum að þú getur búið til eitthvað sem bara lítur alveg eins út en það sem er á bakvið er samt bara eitthvað allt annað og allt annað hugsun En nafnið er gott, flekaskýr Já, flott, áhugavert, ég hef ekki heyrt þetta ég þarf að heyra þetta Það er flott heiti á þessu Já, mjög flott En þetta er svolítið þetta með að þegar fólk telur skoðun sín að vera orðna að rökum eða skoðunin er orðin að einhverjum fræðum og almennt séð er bara dálítið flókið að greina þar á milli þú veist fyrir leikfólk Akkurat Já, ekki samt alveg
Það er svona Nei, ég meina, misjafnt, sko, bara hver sem er sem fer inn á YouTube og ætla bara að horfa á eitthvað, skilur þú veist, það er ekkert mikið að spá í þetta, er ekkert mikið að spá í hvað er fagleg fjölmiðlun, ég bara er að horfa á eitthvað geggjart. Já, bara aftur, eða þú veist, þetta er bara hljómar vel og eitthvað svona. En það er auðvitað líka, þú veist, fjölmiðlar hafa einhverju leyti að því þeir dragast aftur úr, til dæmis tæknilega, íslenski fjölmiðlar dreigist mig aftur úr svona tæknilega, hafa ekki verið unni peninga til að efla sig og ekki nema RÚV er rauninni fremst RÚV með app fyrir sitt efni og RÚV með samfélagsmiðla blaðamann í sérstöku starfi, engin annar hefur efni á því sko og mann hafa ekkert farið í það og en þú veist fjölmiðlar hafa rauninni tapað yfir dreifileiðinni, yfir dreifileiðunum. Þú veist að þeir eru ekki með sína eigin dreifileið, þú ert ekki endilega að lesa efni fjölmiðla á sjálfum fjölmiðlunum. Þú þarft og líka þessi skrýtni heimur sem við búum í þar sem endalaust barátt athygli þá leikum við að fólk þurfi bara svona detta fréttina til að lesa hana og það eru og má líka alveg spyrja sig og þetta er kannski ekki allir að pæla í þessu en þú veist áður þá var þetta nánast betra, við fengum ekki bara dagblaði inn lúuna okkur bara rétt er frétta pakki dagsins gjör svo vel og það var mjög góð þjónusta og en fjölmiðlar hafa ekki í rauninni þessa leið almennilega lengur þannig að þau þurfa fyrst að fara í gegnum Mark Zuckerberg og spurja herðu, má ég setja þetta á þinn miðil og ertu til í að dreifa þetta til fólks og kannski segir hann bara nei, mér finnst þetta þið borgið mér ekki nóg í auglýsingar, þið eru ekki nóg mikið að bústa og þá ætlum ég ekki að dreifa þessu. Þú veist að þetta er veruleikinn sko. Það er til dæmið þetta hérna sko. Já. Og svo náttúrulega dreifaðu þið bara til þeirra sem að hafa einhvern aðmarkaðan áhuga á einhverju, þú veist, það er ekki til að dreifa þessu til almenning sko. Nei, einmitt. En það er líka, sko, þetta er annað sem hefur ekkert verið kannski hugsað inn í þetta að því að fjölmiðlar eru núna, ríkið er að fara, yfirvöld er að fara að breyta lögum fjölmiðla. En það er einhvern veginn ekkert kannski mikið verið að horfa á tæknina því þú þarft að vera svo miklu, það þarf að verða til, það þarf að koma eitthvað fjárfestingin í fjölmiðla, það þarf að verða miklu stærra og sterkara til þess að við séum eitthvað og ég hef unnið á RÚV og mér þykir óslega vænt RÚV og vil að það eflist og sé, við eigum gott almannaútvarp en það má ekki verða til þess eða vera einhver faktor í því að aðri fjölmiðlar bara geti ekki þrifist. Það þarf að vera eitthvað jafnvægi og ég held að við séum að átta okkur líka betra á því núna, þú veist, nú erum við svona sín að veikjast eða frest á stöð 2 og fréttablaðið náttúrulega bara fór, það bara hvarf, bara lokað, skellilega á, þetta er alveg svona, það hefur svolítið mikið fjara undan og það þarf eitthvað að gerast til að þetta breytist. Já, er ennþá. En ef að sástu skoðanakönnuna fylgi flokkana í Reykjavík? Já, ég sá og heyrði umfjöllun hana. Það sem var ekki sjálfstæðisflokkurinn, jú, hann var stærstur, Samfylkingin er stærst. Þannig að það sé þarna 2 yfir 20%. Já. Og svo þar á eftir kom vinstrið. Já, ég man ekki allar þessar tölur. Ég taldi hvort það voru 8 flokkar, 7-8 flokkar sem myndi ná borgarfulltrúa samkvæmt könnuninni. Já, það er áhugavert að velta fyrir sér hvernig segjum svo að þetta yrði niðurstöðu kosningana. Hvernig yrði meirihluti myndaður þá? Já, einmitt. Og núna bara við, þú veist, án þess að við séum komið með stefnum og álíka gegn og eitthvað, við veitum fyrir hvað þessi flokkar standa. Núna væri hægt að mynda meirihluta Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Miðflokks. Ætlar Viðreisn að leiða Miðflokkinn til valda? Nei, ég held ekki. Ætlar hún að gera það? Eða, þetta snýst bara hvort viljiði vinna með, hvort vilja litlu flokkarnir vinna með Sjálfstæðisflokki eða Samfylkingu. Það er rauninni það sem að mun gerast. Þetta snýst alltaf það. Já, og þá er bara spurning, þú veist, er einhver tilbúin til þess að leiða Miðflokkinn til valda? Eða viljum við reyna að koma í veg fyrir það? Og mér finnst þessar kosningar munum bara snúast það, held ég. Miðflokkun er í núverandi meirihluta.
Nei. Flokkur fólksins. Það er hvað það, 8-9 flokkar hvernig. Er engin. En mér finnst einmitt áhugast og nú erum við hérna með fyrirhundi borgarfulltrúa en það er að segja, mér hefur fundist í þessum sveitarstjórnarkosningum bara það tala um þetta útspil hjá forsætisráðherra með leikskólamálin og ég bara hata þetta orð sko eftir að hafa hlusta á þetta alla vikuna, bara útspil, allavega. Og það lítur þannig út að þetta kemur beint inn í sveitarstjórnarkosningar. Þú veist, það lítur alveg þannig út. Ég veit ekkit hvort að það var tilgangurinn. Og til þess að hjálpa, bústa sinn flokk á sveitarstjórnarstiginu. Og erum við mögulega að fara að sjá að landsmálin, ríkisstjórnin, sé mögulega að fara að reyna að ýta að hafa eitthvað smá áhrif á hverju mynda meiri hluta í borginni. Það er svona hvarlar að manni, gæti við séð, yrði það erfitt fyrir Viðreisn og Samfylkinguna og Flokk fólksins að samþykkja meiri hluta samstarf í borginni þar sem að væru eitthvað andstæðingar, pólitískir andstæðingar. Og nú verður þú að segja okkur hver reynslan er af þessu. Nei, það er náttúrulega ógeðslega langt síðan ég var í stjórnmálum. En við sáum þetta náttúrulega gerast bara núna þegar Einar sprengdi meirihlutann. Þá ætlaði hann að fara í samstarfi Sjálfstæðisflokk og Viðreisn. Viðreisn bakkað út. Viðreisn ætlaði og Flokkur fólksins sem var stoppaður. Það var náttúrulega í lykilstöðu. Og þú veist, þannig að við vitum alveg að þetta getur gerst og auðvitað er mjög hentugt fyrir bæði sveitarstjórnir og þingfólk að vera með það sama og sko sikkur með einn vonastrætis er náttúrulega það er ídeal ef það er samskonar meirihlutar á báðum stöðum af því að það var hægt að vinna einhvern veginn miklu betur að málunum en sko ég veit ekki, ég held ég hef aldrei séð sko forsætisráðherra taka þátt beint í kosningabaráttu áður. Þetta er svolítið íkt einhvern veginn hvernig hún er að gera þetta núna. Ég veit ekki hvort þetta er eitthvað slæmt samt, þú veist. Ég meina þetta er náttúrulega bara, hún trúir því að svona verður samfélagið betra. Hún er að beita sér en ég veit það ekki. Hún er náttúrulega svo mikil stjarna í dag og kemur inn með miklum látum og rýfur upp fylgi samfylkingarinnar og ég veit að bæjar í þessum kosningum til bæjarstjórna það er einhvern veginn er það til framdráttar fyrir samfylkinguna í sveitarfélögum að hún birtist með sínum frambjóðendum því að hún er svo mikil rockstjarna í bransanum ég veit það ekki Formaður flokksins og ég man ekki eftir að þetta gerst áður en mjög sérstakt en þetta er eitthvað svona stjörnu fansinn einhvern veginn kringum hana hann er mikill og þannig að þú veist þetta var merkilegt útspil og ég fekk samt einhvern veginn svona pínu kjánarhroll með þetta Smáratorgs for seasons spilið blástur þetta var einhvern veginn bara fyrir svona var þetta nú eitthvað rossnöðt eitthvað, ég veit það ekki Eva, hvað segir þú? Það er þetta fádýtt að formenn komi svona sterkt inn í eftir að ég byrjaði að fylgjast með og bara hérna í borginni og höfuborginni þá man ég ekki eftir svona dæmi það sem þetta er svona nálagt sveitarstjórna kosningum og svona afmarka mál mál sem er klárlega til sveitarstjórnarstiginu. Bara ég man ekki eftir það getur vel að vera einhvern tímann samgöngur og eitthvað. Samt getur við, það hafa verið gerðið samgöngusáttmáli og borgarlínan og eitthvað, það krafðist mjög mikil samstarfs á milli ráðherra og sveitarfélagana. Annað dæmi sem er dettur í hug er eldgamalt, það er þegar ég held að það hafi verið bara svipað leyti sem að leikskólastigið var hvernig var þetta? Þetta var gert að leikskólarnir voru gerðir á fyrsta skólastiginu samkvæmt lögum á sama tíma og R-listinn er að byggja upp leikskólana í Reykjavík. Þá það er líka þarna samstarf á milli þings og sveitarstjórna og ég meina auðvitað er það þannig að við viljum einhverja framþróun og þá þarf náttúrulega þurfa lög og sveitarstjórnir að fylgjast að. Það er alveg fordæmi fyrir því að auðvitað þurfa þessi tveir aðilar að vinna saman á málum en hvernig hún birtist þarna er svolítið sérstakt og sannarlega, ég meina uppbygging hjúkrunarheimilis
almennilega bara dæmum að sveitarstjórnarstigið og ríkið verða að vinna saman að því og allt þetta. Þannig að það eru alls konar margir málaflokkar sem að skipta, sem að þetta samstarf þarf að vera til þetta gangi. En svo, þú veist, ef maður hlustar núna ég myndi á hérna oddvita umræður, ég hlusta á allar oddvita umræður í Árborg og alls það, að þá heyrir maður samfylkingafólki, að þeir, þú veist, þetta heitir ekki alltaf samfylkingin á sveitarstjórnarstiginu, heyrir maður þeim sem eru þeim megin, tala útspil síns formans og þetta fer beint inn í kosningabaráttuna og hérna en svo heyrir maður líka aðra sveitarstjórnarfulltrúa úr öðrum fylkingum sem eru náttúrulega líka ánægð með þetta sko. Þannig að getur enginn sett út á þetta. Nei, sterkuleikur. Já, ég held að. Já, það hlusta á hana, eða ekki? Er það ekki? En já, herðu, eitt svona aukamál, stórmál, fangelsismál, það hefur fylgst með þessum fréttum. Það er bara verið að setja menn sem eru í gæsluvarðhaldi bara út á göttuna því að það er ekki til vistaverur. Þetta er ekki gott. Þetta er ekki gott ástand. Nei. Mér finnst þetta er svona, sko, ég er ekki kannski vel heima í þessu, en ég skil aldrei almennilega þetta með, af hverju við náum ekki að sjá lengra fram í tíman. Af því þetta er sama eins og gerast bara í skólamálum með húsnæðismálum. Við erum vandræðum að það er ekki til húsnæði. Það er ekki til, það er ekki búið eða þú veist, það er allir skólar einhvern veginn, það verður að loka og þeir eru miklaðir og það er allt í einhverju vesinni og það er ekki búið að gera ráð fyrir fjölgun í einhverju hverfi sem var hægt að sjá fyrir kannski 30 ár fram í tíman. Þú veist, það er alls konar hluti sem er hægt að sjá fyrir. Ég veit ekki betra en að vera vara við þessu þú veist að þetta myndi gerast í einhvern tíma en við einhvern veginn bregðumst alltaf svo seint við með og einhvern veginn og svo kemur þetta upp í fangið okkur þegar vandinn er orðin alvarlegur og hérna er ekki bara í þessu, er bara í mörg öðru en ég veit ekki svo sem hver lausnin er sko. Nei, sko, fangelsismál, sko, ef við ættum að ræða fangelsismál, þá finnst mér, sko, þá finnst mér húsnæðismál, ég skil alveg að fólk sem vinnur við þetta sé einhvern veginn að frika út yfir þessu, en svona almennt að þá veit ég ekki hvort að fangelsi er bara eitthvað sem við eigum að hafa yfir höfuð, þú veist, það er bara, af hverju er fólk sett í fangelsi, hver fattaði upp á því? Bara, af hverju gerum við þetta? Af hverju sendum við ekki bara fólki útlegð? Hvernig hættu að senda fólki útlegð og hérna setja fólki í fangelsi? Af hverju fólki ekki hjálpað sem að fremur einhvers konar, hérna, þú veist, þetta, einhvern tímann var talað um þetta sem betrunarvist, ég held að sé engin betrunarvist að fara í fangelsi og sko, og þetta ég er ekkit rosalega góð í þessu, en það og sérstaklega kannski sko, svona, það sem kallast svartur feminismi í Bandaríkjunum, hérna, konur í Bandaríkjunum, feminiskar svartar konur í Bandaríkjunum hafa verið að tala mjög mikið gegn fangelsum. Fangelsi er bara ekki leið til þess að gera samfélagið betra og það mér finnst þetta svakalega spennandi umræða að einhvern veginn bara getum við ekki bara fattað upp á einhverju sem er raunverulega uppbyggilegt þegar að fólk brýtur af sér þá getum við bara sagt bara ok, hvernig ætlum við að hjálpa þessari manneskju að laga það sem hún er að gera þú veist, refsing í mánuð eða 16 ár er ekki að fara að breyta neinu hún er bara einhvern veginn að fjarlæga fólk úr samfélaginu þetta er bara útlegð í rauninni í öruggu umhverfi eða ekki eins og alveg öruggu Þannig að ég veit ekki, ég bara sorry að ég sé að einhvern veginn fara með þetta á allt annan stað. En þetta er bara eitthvað sem mér finnst svo rosalega merkilegt að við það er svo mikið í samfélaginu okkar sem er bara einhvern veginn og við ákváðum bara að það væri þannig og ætti bara að vera þannig og það er enginn sem setur spurningamerki við það. Og þú veist, ok, ef við ætlum að hafa fangelsi, hverjir eru þá settir í fangelsi? Ég veit ekki hvort þeir eru hérna, það er eitthvað svona heimasíða sem heitir hérna morgunstund og þar getur maður farið í svona fréttaleik, maður fær 5 blaðsíður úr einhverjum gömlum dagblöðum og reyna að finna út hvaða ár það var. Eitt af þessu gamla dagblæði sem í einn síðan var frá 1700 og Súrkál og þar er tekið fram að einhver maður sé í gæsluvarðhaldi fyrir ítrekkaða þjófnaði. Og ég hugsa bara, ætla það sé einhver í gæsluvarðhaldi fyrir ítrekkaða þjófnaði á Íslandi í dag. Það hugsa ég ekki. Þú veist, þú ferð ekki eins og í gæsluvarðhaldi og það hefur nauðgað barni. Það er bara ekki þannig. Að hérna, þú veist, hverjir fari í fangelsi og fyrir hvað? Ég meina, fangelsin eru núna
notuð fyrir flóttafólk sem að kemur hingað í leit af alþjóðlegri vernd. Þau eru meðal annars full út af þessu. Þau eru ekki full af því að við séum með einhverja íslenska glæpamenn sem er í alvörinu bara sem okkur stafar ógn af. Nei, þetta er fólk sem er að reyna bara einhvern veginn að bjarga lífi sínu. Þau eru sett í fangelsi. Ekki fólkið sem er raunverulega ógn okkur. Viljið þið halda það fram? Þetta er skýrt hjá þér. Og hvers vegna fangelsi? Við erum að spyrja því, fá okkur úr afróðafræðinni í það. En framvist það ríkisstjórnarinnar, er það ekki skemmt í mál? Hvað segir þið? Þetta er hérna, þau halda meiri hluta held ég í skoðanakonunum. Já, ég er náttúrulega búin að tala um Ingu Sæland. Já, það er vandræði þar. Það eru vandræði þar og mér langar sko líka að nefna til dæmis að því nú er hort til borgarinnar í varðandi sko skólamálin og það er náttúrulega flokkur fólksins með formennsku í skóla og frístundaráði, heitir það ekki? Og ég velti stundu fyrir mér, hefur þetta samtal eitthvað átt í stað þar á milli Ingu Sæland og Helgu sem er þar formaður og þetta er bara alls konar pælingar núna en hjá mér en Helga vill ekki halda áfram. Nei, hún vill ekki halda áfram, en ég bara hugsa sko þessi vandræði ríkisstjórnarinnar og framganga menntamálaráðherra og sem er kannski ekki einstæmi með það er alls konar svona klaufaskapur sem er búin að koma upp og það er einhvern veginn bæði Þorgerður og hún Kristrún einhvern veginn svona standapínu vörðumanna líka, maður sér það alveg þegar í viðtölum og svona enga mín, verður stilt og þannig að já, það sko, þannig ég veit ekki hvað þetta gengur mikið lengur, eða lengi með svona áfram, þetta er mjög skrítið margt sem maður er að horfa upp á. Já, sem varða ríkisstjórnina. Já. Og það snýst flokk fólksins svolítið. Hann hafi farið fyrst út af sporinu. Eða hvað? Já, svolítið. Ég bara pínu hann var náttúrulega mikið ólíkinda tól. Þú veist, það er náttúrulega mikil áhætta að bara fara mynda ríkisstjórn með þessum flokki. Þetta er svona einhvern skrítið fyrirbæri, sko. Og var alveg vitað að þetta yrði snúið. En sko ég hef bara aftur einhvern veginn alltaf gaman af því þegar fólk ögrar hinu viðtekna og hef alveg gaman af því að sjá þessar 3 konur einhvern veginn svona standa saman gegnum súrt og sætt og að sjá hvernig sko bæði Kristrún og Þorgerður Katrín sem eru svona hefðbundnar í stjórnmálakonur þó svo að Kristrún sé yngri og reyndari hvernig það einhvern veginn bara eru til í þetta. Og þú veist, og þó svo að við höfum alls konar skoðanir á því sem að Inga er að gera að þá er þetta einhvern veginn, hún er að ögra svona hinu viðtekna og ekkert bara á góðan hátt en og það er einhvern veginn svolítið sitt uppi með það en þær eru til í það og svo er það líka annað að einhvern tíma var mér sagt að sko þegar vanhæfu konurnar verða orðnar jafnmargar vanhæfu köllunum þá erum við kannski farin að nálgast jafnrétti af því að konur þurfa alltaf að vera svo afburðahæfar og flinkar til þess að mega vera menn einhvern veginn og þú veist, og ég meina ef að Inga er kannski þú veist, það mætti kannski velta fyrir sér hæfni hennar ég meina, erum við þó ekki bara eitthvað að komast nær jafnrétti þegar við erum með fólk Það er svolítið sko konur eru öllum helstu valda Það er bara ekki rétt hjá þeir Jú, hvað alþingi í einhverjum embættum þeir eru ekki meirihluti á alþingi Nei, ríkisstjórn. Já, þeir eru meirihluti ríkisstjórn. En þetta er, þú veist, þetta er bara mýta að konur hafi öll völd í samfélaginu. Allir rektoralansins, biskupinn og getum haldið áfram. Sko. Já, þeir eru ekki meirihluti prófessora, þó svo að þessi rektorinn. Þeir eru ekki, og ennþá eru allar þessar stofnanir, ef að koma í þennan slag. Nei, finnst þér ekki að vel til tekið, ég bara... Nei, ég veistu það, jú. Viltu meira? Já, miklu meira. Nei, í alvörunni. Þú veist, allar þær konur sem hafa komist á valdaposta í samfélaginu í dag, þær hafa gert það með því að, þú veist, þær hafa þurft að leika strákana. Þær hafa þurft að taka þátt í mjög karllægum kerfum og þær eru ekki ennþá, þú veist, ég meina, ef það væri í alvörunni jafnrétti á Íslandi, þá væri kynbundið ofbeldi ekki bara eitthvað viðtekið viðfangsefni, skiljið. Það væri bara ekki þannig. Ef við værum komin alvöru langt, þá væri fólk ekki þá væri bara ekki í boði að tala um regnbogafána eins og tala um regnbogafána. Þú getur ekki dæmt alltaf kalla út af það einhverjir sko sem að brjóta af sér. Ég er ekkert að dæma alla kalla. Ég er ekki að dæma einn eða neitt. Ég er bara að segja að við höfum langt í land með jafnrétti. Þó að það sé einhverja konur á einhverjum
stólum að þá hefur samfélagið ekki náð því sem það þarf að ná. Aðra konur hafa samt barist mjög fyrir þessu, að ná því sem uppi núna. Já, og það eitt sem að þurft að gerast, en það þarf að gerast svo miklu meira. Þessar konur eru ekki, við erum ennþá með alveg sjúklega mikinn kynbundin launamun svona þvert á. Ég meina, mikilvægastu störf í heimi, ræstingastörf, þau eru bara lægst launuð af öllum. Ég meina, spáið í hvar heimurum við værum ekki með ræstingar. Það er rétt. Það er ógeðslega langt eftir í átt að raunverulegu jafnrétti þó svo að við séum með konur á einhverjum póstum. Já. Og það er líka bara eins og hefur held ég margoft komið fram í umræðinni þessi sem sagt afstaða, það er að aukast kynjabilið í afstöðu ungs fólks til jafnréttis kynja og til innflytjenda og til allt þetta sem þú ert að nefna. Þar sem að ungu karlmennir eru í raun og veru meira á móti heldur en ungu konurnar og þetta er sérst að aukast. Og við sjáum þetta bara í könnunum, við sjáum þetta í íslensku kosningaransókninni. Það auðvitað hefur alltaf verið kynjabil en það er núna bara á síðustu árum að aukast hjá þessari yngstu kynslóð. Þannig að jafnvel þó svo að það sé komið konur komnar á okkur að pósta og við erum stödd á miklu betri stað í dag heldur en fyrir 30 ára síðan að þá erum við að sjá bakslag, þannig að við megum ekki sofna verðinu. Við erum að halda áfram. Þetta er einhvers konar, þetta er líka svolítið svona pendúls ástand núna. Það er einhvern veginn bara víst, þegar eftir svona MeToo-byltinguna og allt þetta, þá er einhvern veginn svona að vera réttlæta, við eigum víst rétt hvítir miðaldra kallmenn, og það er svona, fólk vil svolítið fara með þetta aftur einhvern gamla horfið, hitt var ekki gott og við erum að sveiflast svolítið bara svona einhvern veginn tilbaka og maður sér það líka ungu fólki, ungar, og maður sér þetta bara á samfélagsmiðlum með nú vilja unga konur bara vilja vera heima og við viljum ekki að stofnanir alveg börnin okkar og það er alls konar svona sem að ok, ef að fólk eitthvað vill vera heima og ef við getum bara valið það og þurfum ekki og tvær leifir samfélagið það, þarf ekki útivinnur, ég veit það ekki, kannski og þessi sveifla er sterkust hjá unga fólkinu ekki hjá fólki í kringum 30 og uppúr, þetta er unga fólki og það sé það bara í grunnskólanum og með úlingana og svona, þetta er, ég var alveg vör við þetta að þetta er svona það eru Trump er kallinn í sínum hópum og allt þetta er alveg að vera sýnilegt en þetta er einhvers konar það var það mátti gegnum bara eftir svona MeToo það var svona, ég allavega skil þetta þannig þetta er svona við erum einhvern eftir að ná einhverju jafnvægi aftur hvernig við erum að sveiflast en samfélag svona til ég ætla að fara að samfagna með eitthvað glæsilegum árangri nei, ekkert svo það má auðvitað má fagna ýmsu það er alls konar en auðvitað heyrir maður líka þessa rödd menna konur þið eru allstaðar, hvað viljið þið meira þú veist og allt þetta það er kannski meiri gríni sagt já, en þetta er talandi um þetta bakslag nú er ég búin að vera ég held ég bara að verða 40 ár í kvennabaráttu komið að henni með ýmsum hætti ég hef aldrei fundið fyrir viðlíka bakslagi og núna, þetta er ekki einhver svona hefðbundin pendúls eitthvað, þetta er miklu stærra á meira. Þá í yngstu hópunum? Allstaðar og þetta er bara ekki í búblunni okkar en þú veist, ég er til dæmis með einhvern svona TikTok aðgang sem er eitthvað svona kall með kúrikahatt þú veist, sem er að fylgjast með einhverju öðru sem er að gerast og það er alveg hræðilega orðræða í gangi í samfélaginu sem er einmitt að höfða til ungs fólk sérstaklega. Ég veit að barnaheill er búið að vera að fara núna og vera með svona ungmenna þing út á landi út all land og þær hafa tekið eftir því að þar er rosalega rík áhersla á að strákarnir þegar þeir eru að spurðu þú veist hvað ætla að gera þegar að vera stór ég ætla að verða ríkur og ég ætla að vera í góðu formi konurnar eða stelpurnar þær ætla að verða sætar og standa með mönnunum sínum það er svolítið svona þema einhvern veginn þetta kemur þegar tíminu voru búin þá þarf að ræða þetta aftur síðar í þessari viku það finnst mér þetta er áhugavert Eyrún Magnúsdóttir Eva Önnudóttir, Sóley Tómasdóttir og Kolbrún Þorsteinsdóttir, takk fyrir komuna. Og hér eftir koma strákarnir, en það var alltaf að ræða með ESB, sjálfsættur augnablik. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Trú persónlegt samband hvers og eins við sinn Guð. Það eru nokkur atriði sem eru kjarni í trúnni. Fyrir mér, það þakklæti, það auðmýkt, það miskunnsemi, það réttlæti og ekki síst kærleikur. Ég heiti Bogi Ágústsson, ég trú á minn hátt. Líka með spurningar. Kynntu þér réttindi þín hátíðarnar á www.vafr.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Já, komið sæl. Þá komið að seinni hlutunum. Það eru Guðlaugur Þór Þórðarson og Pavel Bartosek, báðir alþingismenn. Við ætlum að ræða ESB. Ekki rétt hjá mér að það svona minnkað í stuðningi við þjóðaratkvæði núna í ágúst? Ég hef ekki séð tölur stuðning við þjóðaratkvæðið sem slíkt sko. Man sá kannski tölur stuðning við aðildina sjálfa. Ég hef séð tvær nýja kannanir sem að bent til að mín hlið hefur nú gefið undan á undanförnum og það er bara ekkert að gera fyrir okkur annað brettu bara með því. En svona stuðningurinn við að halda áfram viðræðum, það er ennþá 50-50 mál og í þessara könnun sem utanríkismálaráðuneytið gerði þá ennþá tæpur en enga sér meirihluti fyrir því. En ég meina baráttan auðvitað hafin en það nokkru mánuði eftir aðinni. Guðlaugur, ekki sjálfsagt að við fáum að halda áfram viðræðum?
svona við hættum ekki í miðju hlaupi. Já, fólk verður auðvitað, það verður auðvitað að upplýsa þjóðin hvað felst í þessu. Já. Og hefur það ekki verið gert? Nei, og þetta keyrt áfram á blekkingum. Það mjög áhugavert að skoða þetta, hvernig þessi mál búin að þróast. Utanríkisráðherra hefur verið og forsætisráðherra og sérstaklega utanríkisráðherra hefur verið mjög mikið í Brussel og við þurfum auðvitað að fá að vita hvað þeim fór á milli því að það sem gerist síðan að við fáum hérna Ursulu von der Leyen sem bara besta mál og við höfum taka vel á móti henni og öðrum sem hingað koma. En maður hélt kannski að hún væri, þegar maður áttaði sig á því að þeir ætla að brjóta samningin á okkur, að þarna væri verið að kalla hana til þess að segja okkur það að það myndi auðvitað ekki gerast. En þessi stað var það að staðfesta þá túlkun sem að sumir hafa, að við værum ennþá með gilda aðildumsókn. Sem því þá Evrópusambandið búið að skrökva okkur í 1,5 áratug. Og það að vera ríki sem þá stöðu að sækjum aðild, að það ákveðin staða svo með sem Ísland hefur ekki haft. Ef að stjórnvöld myndu koma hreint fram, að þá myndu þau segja, heyrðu allt í lagi, ok, ég meina við erum bara að gefa okkur það, þetta sé bara gild aðildumsókn. Nú þá hljótu við að skoða það hvað gerist á þessum 3 árum og hvað var láti grundvallar. Því að það sem láti grundvallar var það við eðlilega, það bara það sem við þurfum að gera, við erum að sækjum aðild Evrópusambandinu, þá þurfum við aðlaga okkur öllu því sem að þar Við fengum styrki sem yfir 8.000 milljónum frá Evrópusambandinu til þess að aðlaga okkur og það væri rétt og verður að gerast að almenningur og allir fá að sjá hvað var búið að vinna með. Það var vunnar, þó að þetta gekk mjög hægt vegna þess að íslensk stjórnvöld augljóslega vildi ekki sína á þau spil og klára samningakaflana í langflestum þeim atriðum sem að virkilega máli skipta. En þá var það ýmislegt sem að var klárað, sem að lá fyrir og við eigum að geta séð. Og það mjög áhugaverð skýrsla sem Össur þáverandi utanríkisráðherra samdum við Hagfræðistofnun að gera og var síðan birt. Þar sem að þetta kemur allt mjög vel skýrt fram. Það kemur alveg skýrt fram að það var bjartsýni og stóðst enga skoðun að halda við fengjum eitthvað annað heldur en þau skilyrði sem eru inngöngu. Það var langt síðan þetta var gert, það langt síðan Össur var utanríkisráðherra. Já, en eftir stendur að þú getur ekki bæði sleppt og haldið. Nei. Ef þú segir að þetta sé gild aðildumsókn sem að var farið á stað með á sínum tíma, nú ok, þá skulum við tala um það. Þú getur ekki bæði sagt, hún gild, en allt það sem það var, það bara skiptir engu máli. Nei, jú, það hlýtur að skipta máli, þegar annars færu í eitthvað annað ferli. Það segir líka í þeirri skýrslu, mjög skýrt, á blaðsíðu 40 segir maður rétt, þar sem við vitum, en ég held að fólk viti almennt ekki, að ef við erum í Evrópusambandinu þá gildir ESB réttur, alveg sama á hverju dynur. Það skiptir ekki máli hvort þú sem gömul íslensk lög sem ekki samræðum við það að þú komið ný íslensk lög, það alltaf ESB rétturinn sem gildir. Það segir líka, og það farið mjög vel yfir það, að því að sem menn eru mestaræðum, sem eru þetta bara eitt þáttur af þessu, það eru sjávarútvegs- og landbúnaðarmálin. Og það sagt að það hafi aldrei fengist varanlegar undanþágur og síðan rakin dæmin með Finnland og Svíþjóð þar sem það tilgreint að það séu tímabundnar aðlaganir og sömulegis Malta tilgreint sérstaklega en það sagt frá því að það litla sem að þau fengu að Evrópusamband getur breytt í hvenær sem það vill með því að fara bara gegnum þá málsmeðferð sem fara þegar þú breytir gerðum Evrópusambandsins. Og það sem ég bara segja það að ég ber fulla virðingu fyrir því, ég get ekki farið fram á það að þið hérna séu sammála mér í einhverjum málum, ég get ekki farið fram á það. En það sem ég get farið fram á það að ef við ætlum að ræða aðild Íslands að Evrópusambandinu, sem við hljótum að gera ef við ætlum að sækjum aðild Íslands að Evrópusambandinu, að þá ræðum við út frá réttum forsendum og þau gögn sem að við eigum að þau verði birt. Sko, til að byrja með, kannski varðandi áframhaldandi eða ekki áframhaldandi, ég held að það sé reyndar ekki kannski endilega forvitnasta spurningin í þessu, það bara eitthvað svona tækniatriði, en enga síður að þannig að Evrópusambandi vill meina að við séum með gilda umsókn og Íslenska ríkið vill núna meina að við séum með það líka, þá
Það er þetta svolítið eins og ert með kannski 2 aðal á Facebook sem segjast báðir vera in a relationship, sko, kannski einhver þriðji aðil sem hefur einhverja aðra skoðun, en það hlýtur nú að vera skoðun þessara 2 aðila sem máli skiptir. En mér kannski langar bara þá að ræða bara Evrópusambandið og og ástæði þess að ég er Evrópusinni og ég hef verið stuðningsmaður aðildar Íslands að Evrópusambandinu í langan tíma og fyrir því eru náttúrulega nokkur rök og ég ætla bara að nefna 2. Það er fyrst aðeins efnahagslega rök. Ég tel að myndi hafa jákvæð efnahagslega áhrif á Íslandi að vera aðild að Evrópusambandinu og ég held að myndi hafa mjög jákvæð áhrif á hag íslenska heimila. Svo við bara nefnum það, þá hefur þetta munur og það er þetta bara þannig að við á Íslandi borgum 8,9% vexti af óverðtryggðum fasteignalánum. Það er bara þannig. Í Evrópu, í ríkjum það sem eru hagkerfi sem er sambærileg okkur, ég ætla ekki að taka hvaða ríki sem er, ég get bara tekið Norðurlönd sem eru svipað hagkerfi, Luxemburg, þar borgar fólk kringum 3%. 3% vexti að sínum óverðtryggðu fasteignalánum, óverðtryggðu því að verðtryggðu fasteignalán þekkjast þetta ekki. En það er samt 5% og vextir eru aðeins misvættir í löndum, en það er alltaf á bilinu kannski 3-4% er algengustu vextir. Þannig að munurinn á vaxtakostnaði íslenskra heimila og heimila í Evrópu er samt 5% í dag og hann hefur verið, þessi munur hefur verið til staðar mjög lengi. Það er mjög erfitt að finna eitthvað tíma í sögunni þar sem Íslendingar hafa bara borgað lægri vexti af fasteignalánum heldur en íbúar Evrópu. Þetta eru efnahagslegu rökin og síðan er það hinn pólitísku rök. Ég held að það sé gott fyrir Ísland að vera í fleiri bandalögum með færri, að hafa fleiri vini heldur en færri og við erum núna á þannig tímum, við höfum bara séð hvernig kannski bandalög sem fólk hefur treyst að hafa verið að riðlast, hvernig ríki hafa verið að beita viðskiptaþvingunum að reyna að ná fram geopólitískum áhrifum og ég held á þeim tíma sé gott fyrir Ísland að þétta samstarf við þau þjóðir sem eru mest líkt þengjandi okkur, sem eru Evrópuríkin og líka vera partur af viðskiptabandali sem Evrópusambandið er. Vegna þess að það er oftar fæst í vöxt að viðskiptaþvingunum er beint til þess að reyna að ná fram pólitískum markmiðum eins og sáum í tilfelli Grænlands. Þannig að ég tel að þetta séu mín 2 vegamestu rök, hinn efnahagslega hinn pólitísku og svo finnst mér bara rétt og gott að Íslendingar fá einhvern tímann íslenska þjóðin fá einhvern tímann að ákveða það hvort að það sé farið svo leið sem ég mæli með, sem er að sækjum aðild og ganga svo eða hvort það sé farið leið Gunnlaugs Þórðarsonar og flest Vestur-Evrópuríki hafa einhvern tímann kosið þetta, hvort sem það var síðan ákveða ganga inn eða ekki og það er komið tími til þess að við gerum slíkt saman. En stæðist við öll skilyrðin? Ég bara, mann fyrir nokkrum ára síðan þegar maður var að ræða þessi mál og þá til þess Maastricht skilyrðin þá stóðust við þau ekki. Við höfum þetta ekki staðist Maastricht skilyrðin mjög lengi. Það er náttúrulega bara þannig en ástæðan fyrir því að við viljum fara inn er að þess að standast þau. Og þá getur fólk þetta var inngöngu skilyrði. Já, það er ekki skilyrði endala fyrir inngöngu í Evrópusambandið að standast þau, það er skilyrði fyrir inngöngu í samt myntbandalagi að gera það og þá getur fólk sagt, já, getum við ekki bara staðist þessi skilyrði og þá fáum við efnahagslega ávinninginn að því. Það er kannski svolítið þá eins og líkið saman við, ef maður er búin að reyna að koma sér í form mjög lengi og svo er eitthvað fólk sem hefur farið eitthvað námskeið með mataræði og æfingar sem hefur allt komið sér í form og er miklu betra form með þú. Þú getur þetta sagt, ég ætla að gera sömu æfingarnar og vera með sama mataræði og allt fólki á námskeiðinu og bara gera þetta sjálfur. En einhvern veginn hefur það ekki gengið alla þess árategi sem við höfum haft sjálfstæð mynt. Við höfum alltaf setið uppi með miklu hærri vexti og miklu hærri verðbólgu heldur en ríkin á meginlandinu. Þetta er svolítið skýrt. Já, og ég fagna því að Pavel sé að ræða efni máls og því að það hefur svolítið vantað upp á það. En við skulum líka þá bara ræða efni máls. Endilega. Og það sem ræði þetta að í öllum samanbyrði stöndust við komum mjög vel út í samanbyrði við Evrópuráðið. Og þegar þú skoðar svona helstu mælikvarða, hvort sem að það er kaupmáttur og reyndar að þannig þegar kemur allir húsnæðismálunum að þá stöndum við best af Norðurlöndunum. Þegar kemur og hér hafa vanskil. Stöndum við best af Norðurlöndunum? Já, það er bara með Eurostat og Hagstofuna. Hvaða mælikvarði? Þá er það bara varandi hlutfall fólk sem á eða eignar hlutfall eða? Það er fólk sem fólk á og vanskil hafa aldrei verið lægri eða þegar þessi ríkisstjórn tók við. Það eru sömuleiðis að þá skuldum við lítið í því þessum samanburði að þá er vegna þess að frakkar á beitt neytendavald innan OECD að þá sérðu aldrei lífeyrisskuldbindingar. En við erum eina af 6 ríkjum OECD sem eru með söfnunarkerfi þannig að þegar við erum að sjá nú fram á breytt aldurssamsetningu þá munum við alltaf koma betur út heldur en flest þessi lönd sem við berum okkur sama við og jafnvel þau lönd sem að standa okkur næst.
Þegar að við erum að skoða svona helstu mælikvarðina í Evrópu og þá eru þau land sem standa best, það eru Noregur, Sviss, Ísland, Liechtenstein, Luxemburg og svona Holland sem að kemur vel út en vel út í hvaða samanburði? Já, í öllum þessum samanburðum sem að þú ert almennt með og svo auðvitað að tala bara ég veit ekki hvar skal byrja, það bara allt frá hamingjusömustu þjóðunum í það varðandi eins og ég nefni kaupmátt, fátækt til dæmis, þar komum við mjög vel út og þetta það þannig að við tókum okkar eigin mál í okkar eigin hendur að þá, og við höfum fullt af verkefni eftir og það munum aldrei klára, það var aldrei komið sem tímapunktur að við sem einhvern veginn ná fullkomlega til en þetta við gengið alveg einstaklega vel hjá okkur, alveg einstaklega vel og alveg ótrúlega vel eftir að við tókum okkar eigin mál í okkar eigin hendur. Ef við förum inn í Evrópusambandið. Þetta mæra til dæmis verðtrygginguna? Nei, ég ekkert að mæra verðtrygginguna, ég bara að segja það að við getum gert það bæði vel og illa. Það bara liggur alveg fyrir og stundum gerum við ekki nógu vel og stundum illa en oft hefur gengið bara mjög vel og í heildina að þá alveg sama hvernig þú berð þetta saman, þú þarft ekki annað, þú getur fara á tölvuna inn og bara skoða þetta en í annar stað að þú talaði fólk í öðrum löndum og þekki fólk í öðrum löndum meðal annars í Evrópu að þá þetta svo sannarlega ekki þetta himnaríki sem menn einhvern veginn núna reyna að tala þetta upp í og það að við núna, því að Evrópusambandið gengur út á það að við ætlum að hafa völd sem okkur finnst vera algjörlega sjálfsagt. Allt og menn mikið ræði sjávarútveginn. Nú erum við að fara að semja það því að við þurfum að fara í sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna. Við þurfum að fara í þessar sameiginlegu stefnur og þá hvort að við megum halda eftir 10% eða 20% eða 30% eða hvað af því sem okkur finnst vera sjálfstætt verið í dag. Annað sem kannski lítið efnahagslegu þætti til dæmis eins og landbúnaðurinn og til dæmis það því að Pavel að mæra það að við förum í sameiginlega viðskipta og tollastefnu með Evrópusambandið, það því að við ráðum ekki lengur okkar málum. Við höfum haft frjálslyndari stefnu heldur en Evrópusambandið á flestum sviðum. En eins og höfum við verið mjög skýr á því og þannig og líka nú erum við gert það og Sviss og Liechtenstein að við höfum verið mjög hörð á því að reyna að halda í okkar landbúnað. Heimskautalandbúnaður eins og í okkar tilfelli mun aldrei geta keppt í verðum, hann getur keppt í gæðum. Við erum með mjög fáa bændur og þannig að við höfum verið með háa tolla og vernd á því sem að þeir eru að framleiða. Á meðan að aðra landbúnaður, hvort sem að það hrísgrjón eða pasta eða bjór eða hvað nú að við erum ekki með innflutningstolla á því. Því að landbúnaður eru miklu víðtækari heldur en við hugsum. Við hugsum bara sauðfjárbúskapinn og kýr. En við þyrftum að vera partur af þessu öllu saman og það að eiga við vextina auðvitað verkefni og það eitthvað sem við þyrftum að taka heiðarlega umræðu. Já, okkur aldrei tekist. Já, nei. Ég held okkur mun ekki takast. Nei, ok. Já, það ekki til lengdar og ekki auðvitað. Já, ok. En bara tökum aðeins samt sem að þetta ekkert himnaríki. Eins og þegar króatíski seðlabankastjórinn kemur hérna og segir, þetta gekk rosa vel hjá okkur. Það lækkuðu vextirnir gengum inn. Það rétt. Það sem hann sagði ekki frá að þá hækkaði verð á fasteignum gríðarlega mikið. Og hverjir græða því? Það þeir sem eiga fasteignar. Og það auðvitað þannig að þó svo að við verið í Evrópusambandinu, að því að stærsta vandamáli náttúrulega Reykjavíkurborg undir forystu Samfylkingarinnar og Viðreisn. Þeir höfðu þá stefnu að allavega var það niðurstaðan að byggja stíft eins og hægt var, glæsihús án bílastæða. Evrópusambandið ekkert skipt sig að því, sko. Það hefði alveg, og það þýðir það að jafnveg þó þú myndir lækka vextina sem markmið og mér finnst lítið gert úr því sem að Benedikt Gíslason nefndi og ég ætla nú að taka upp í þinginu vegna þess að ég held að það sé nú þáttur sem við erum að skoða sérstaklega að þegar að við erum með í okkar góða lífeyrissjóðakerfi að samt sem að miðum allt við 3,5% raunvexti að þá ítir það vaxtastigin upp á öllum sviðum en það bara okkar ákvörðun og það ekkert þó að því að þú getur ekki, sko, vaxtastigið í Evrópu
ákvarðað af þýska seðlabankanum í Frankfurt og þegar menn voru að stofna til evrunar þá voru þeir sem að hagfræðingarnir mjög margir sem bent á það væri eðlilegt að hafa Benelux-löndin og Þýskaland og Frakkland sem voru svona sama í raun efnahagsvæðinu að þau ætti að vera með evruna en markmið var að með evrunni var pólitískt þar að segja koma á samrunanum en ekki efnahagslegt og til dæmis var ég og fór þá með Sólveig Pétursdóttir þegar hún var forseti þings sem fórum opinbera heimsókn til Írlands. Írarnir fóru úr að taka sig við pundið yfir það að fara í evruna og þeir töluðu allstaðar það í opinberu ræðum að þetta væri svo rosalega gott. Þegar maður settist niður með kaffi eða bjóri eða hvað hann var, þá sögðu þetta að drepa okkur á hverju vegna þess að þá var Þýskaland ennþá að vinna úr sameiningunni. Það var lítið að gerast í Þýskalandi þannig að vextinni voru alveg eins lágir eins og mögulegt Á sama tíma var alltaf flegiferð á Írlandi og það þýtti ekkert fyrir Írana að ringja og segja smámál því verið að hækka vextina og þetta alveg, við erum bara að flæða hér í peningum og við ráðum ekki neitt. Það endaði síðan í svona ákveðnu hruni eða efnahagsáfalli fyrir Írana og þú veist það ekkert fullkomið í þessu ef við förum og tökum aðra mynt sem við getum auðvitað gert. Margar þjóðir hafa tekið bandaríkjadollar sem nokkar stærsti viðskiptagjaldmiðill að þá þarf það að vera með mjög mikinn aga á öllum hlutum og það sem vantar hjá okkur og myndi ekki lagast við að færum inn í Evrópusambandið að minnumarkaðsmódeli eins og við höfum oft rætt hérna að því að við segjum hafa norrænt en það það ekki. Í norrænu löndin þó sem mismunandi útfærsla þá byrjaði þannig í öllum samningalótum að þá skoðaði hvernig gengur hjá útflutningsgreinunum og þeir byrja að semja það út frá því hvernig það gengur og svo dreitlaði niður. En við höfum jafnvel snúið þessu við og það okkar mistök sem eykur verðbólguþrýsting gífurlega og eina af ástæðan fyrir því að við erum að sjá það það að við höfum verið með launahækkanir sem hafa ekki verið í samræmi við geta okkur til að standa undir því. En þetta breytist ekkert við gangin í Evrópusambandið. Nei, 2 af mínu börnum hafa keypt eignir í Svíþjóð og ég veit alveg að það ekkert hægt að bera saman greiðslu þungan þeirra að úti og okkur hérna heima, þetta bara ósambærilegt með öllu. Já, en yngri dóttir mín var nú bara núna í námi í Danmörku. Ég veit alveg hver húsaleigan var, sko. Þú ert ekkert að fara að kaupa þér hús, einhver ungur einstaklingur í Kaupmannahöfn. Þú ert með sama vandamál og hvort sem út inn í Evrópusambandi ekki að ég meina þetta eins og menn segja, það svo lágir vextir hérna og þarna á ýmsum löndum í Evrópusambandinu en það eru mjög fáir sem að standa skilin að fara í þetta og þú þarft ekki annað en að skoða hvað fólk á í hverju landi fyrir sig og þú getur farið á netið og skoða það hvert hlutfalli af fólki sem á eignir. Því að þetta flóknara. Danmörkur það náttúrulega samt bara þeirra eigin pólitíska ákvörðun hvernig þeir hafa kosið að byggja upp sitt eigið húsnæðiskerfi. Þeir eru bara með mjög hátt hlutfall af handelsbólík og leiguíbúðum og annað sko. En ég meina ég bara fyrir ekki að grípa fram. En aðalatriðið að þú getur ekki, það ekki þannig þó þeir séu í Evrópusambandinu, þá það ekki þannig að það sé sko einfalt og auðvelt fyrir ungt fólk að kaupa sér íbúðir í Kaupmannahöfn. Það má vera að sé einhverju stöðum út á landi. Ég bara kann það ekki. Ég ger ráð fyrir þessu sama eins og hér hjá okkur. Að það tiltölu einfalt að kaupa sér húsnæði ef þú vilt það, en fólk tekur ekki alltaf áhættuna með það vegna þess að ætla sér kannski ekki að vera alla ævi. Ég ekki til fólk sem keypti íbúð í Kaupmannahöfn, þannig að allir gangur á þessu. Svo áritið, ég ekki hér að halda fram að Ísland sé land það sem vont að búa í og að það sé hér allt í kalda kúlum. Ég meina Ísland bara samkvæmt öllum mælikvörðum land sem nokkuð gott að búa í. En auðvitað það ekki þannig að því hljóta fylgja það að við séum borga 8,9% vexti óverðtryggðum fasteignalánum og það þannig að því að sko þegar ég ræði mín fasteignalán og almenn kjör á fasteignamarkaði við vini mín og ættingja í Evrópu sko þegar þeir nefna sína tölu þá bara horfum við á skóna sína sko. Þetta í rauninni eitthvað sem við ættum ekki að vera bjóða okkur upp á, en ég held að sé snúið að segja bara já við stöndum okkur bara betur vegna þess að það á meðan að við búum við það að vera með ein mynt
og vera með seðlabanka sem getur svona de facto prenta peninga þegar á bjátar, það alltaf þessi freistni vandi að gera það og þannig hefur það verið núna í alla þessa áratugi sem höfum haft sjálfstæða mynt og ég ætla ekki að halda því fram að það sé út af því að allir fjármálaráðherrar sjálfstæðarflokksins eða hverja sem hafi verið vonlausir allan þennan tíma, heldur einfaldlega þetta hluti af kerfisuppbyggingun að hafa svona litla mynt sem við stjórnum peningamagni umferð að eftir langar kjaradeildur ákvaða menn að koma til móts við kröfur verkalýðshreyfingar með hækkunum sem kannski eru aðeins umfram það sem hagkerfið raunverulega stendur undir og á stað fer verðbólgubál. Þessi freistnivandi, þessi möguleiki verður þetta ekki til staðar ef við erum með annan gjaldmiðil og þar með ekki freistingin heldur. Og ég held að við munum ekki geta beðið Evrópska seðlabankann að prenta seðla fyrir okkur til þess að koma við til móts við kröfuverkefni. Sko þó að Evrópusambandið hafi mikilvæld sem mun taka okkur, þá mun ekki taka þau völd að við semjum okkar eigin kjarasamninga. Nei, en það verður aðeins erfiðar að prenta seðla til þess að... Þú getur ekki, sko málið, þetta bara kjarnimáls. Og að við erum með vandan og ég og Pavel sammála það, vildi að flestir, að þegar kemur að verðbólguþrýstinum þá þetta húsnæðismálun og kjarasamningarnir. Það svona, það fyrir utan svo utanakomandi þættir eins og COVID og svo framvegis sem hafði sömu áhrifir bara hér og annars svo fengur Reykjanes elda líka. En, sko, það bara við, þó svo fyrir minni í Evrópusland sem ákveðu það hvernig göngum framvarandi kjarasamninga. Það við sem ákveðu það hvort að við erum að ríða hér að því við nóga landi að talandi útlendinga að þegar að þeir koma hingað og horfa á Reykjavíkurborg og fara með mann og bara byrja á hverju eru þið ekki að byggja þegar er húsnæðisvandi, á hverju ekki að ríða nýja lendur. Þannig að 3500 nýjar íbúðir óseldar í Reykjavík. Já, á hverju ætli það sé? Á hverju ætli það sé? Verðlagningin? Já, nákvæmlega. Og vextirnir eða svo dýrt að taka lánin? Heyrðu, ég var að keyra fram hjá Heklureitnum, sko, glæsileg hús. Það er ekkert ungt fólk að fara að kaupa sig í þessu. Nei. Ef þú ætlar að byggja eins dýrt eins og getur, þá skaltu fara í þéttingarstefnuna. Ef þú ætlar að byggja dýrt og getur, skaltu fara í þéttingarstefnuna. Ef þú ætlar að gefa ungu fólki tækifæri, þá skaltu ryðja land. Þetta ekkert flókið. Ég ekki viss ástæð þess sem 8,9% vexti á Íslandi sé skipulagsstefna einstakra sveitarfélaga og ég ætla að fóra fullra það að ef við göngum í Evrópusambandið og tökum evru þá getur verið að vera ekki alveg nákvæmlega sömu vextur annars þegar Evrópu, ég heldur reyndar að við verðum lágir og ég tel útilokað að við munum vera með 8,9% vexti á fasteignalánum inn í Evrópusambandið með evruna. En við getum alltaf bara að skoða, hvað mönnum finnst og við skulum bara skoða hvað undirliggjandi þættir og það sem alltaf í verðbólgun núna og hækkaði verðbólguna það voru skatta- og gjaldhækkanir ríkisstjórnarinnar. Og þetta allt saman sem bara menn geta mælt og geta skoðað með vilja. En sko, kom bara okkur á því að hlutir sem okkur finnst sjálfsagt að við ráðum, nema hvað, að við munum ekki ráða lengur. Sko, við skulum ekki bara sleppum sjávarútveginn, sleppum landbúnaðinum. Sko, ég veit eitthvað að skoðum því hafi á því að við þurfum að veiða fugla, sko. Finnst ykkur að veiða lóa eða spóa eða heiðagæs eða fíl eða eitthvað? Evrópusambandið mjög á þessu, sko. Og þarna, það bara staðreynd og þetta allt í gögnum sem liggja fyrir og fólk mun og talandi viðskiptastefnuna. Ef að þið eru að ráða ákveða það, hvað við eigum að setja skattpeningan okkar í. Einhverjum segir, heyrðu, við skulum setja svona 4 milljarða í viðbót í ný tölvukerfi hjá tollinum og við skulum fjölga tollvörðum eða starfsmönnum tollsins nokkur hundruð. Einhver á því? Nei, við þurfum að gera það ef við förum inn. Þetta liggur bara fyrir í rýniskýrslum. Og fólk fyrir átt að segja því að nú getum við haft alla skoðanir og mér og Pavel og félögum okkar á þingi og allt í góð með það. En ef að til dæmis út ósáttu við sjávarútvegsmálin eða náttúruverndarmálin eða viðskiptamálin, þá getur þú skamma okkur og þú getur kosið okkur aftur eða bara ekki kosið okkur. Ef við förum inn, þá getur þú talað við okkur eins mikið og vilt ef við erum þingmenn á Alþingi og við höfum bara ekkert með þetta að segja. Og þú að tala við Evrópuþingmannin. Og því að hugsunin þessi og rökin fyrir að fara í Evrópusambandið
eru þessi að við stöndum svo sterk saman og hvað þetta og markmiðið mjög skýrt og skrifa út til þess í Lissabonsáttmálanum, en allir líka, ég sérstaklega embættismannaveldið og eins og bara mjög skýrt á því að auka enn völd Evrópusambandsins. Að það þurfi að vera, þegar ég var í háskólanum að læra Evrópusambandi, þá var að við þurftum að vera svona stór og sterk Evrópa til að vera mótvægi við Sovétríkin og Bandaríkin. Nú er mótvægi við Bandaríkin og Kína. Einu gallið með þessa hugmynd, hún er bara rosalega vond. Það er að búa til Evrópusambandsríki og vera að færa völd í litlum og stórum málum og Evrópusambandið hefur aldrei tekið völd sem að þeir hafa náð og senda tilbaka til aðra. Ég læra með þetta, Páður, það er engin leið tilbaka. Ef við förum inn í Evrópusambandið, fyrst að þetta leið tilbaka, það hafa bæði Grænland gengjur Evrópusambandinu og Bretland gengjur Evrópusambandinu. Já, hvað kostaði það? Ég ætla ekki að segja fram að því að það er svolítið erfitt. Ef maður fer að halda þessu fram, þá er maður eins og maður sé að fara í Evrópusambandið bara til að fara úr því, sem þetta er ekki. Bara svo ég sé hreinskilinn. Ég er ekki að fara í Evrópusambandið til að ganga úr því, en það er heldur ekki hægt að halda fram að það sé ekki hægt. Bara eins og þegar maður gengur hjónaband, það er auðvitað mikil ákvörðun að hætta í hjónabandi, en það er hægt. Og lönd hafa gengið úr Evrópusambandinu. Það eru allavega 2 dæmi það. Þannig að við skulum ekki hræða fólk með því að sé ég er ekki að hræða neinn. One way street. En ég hef rætt við stjórnmálamenn víð Evrópu, ég hef talað við pólska, litáíska og allir fara þeir í kosningar og fólk er þar að ræða menntamál, fólk er að ræða verðbólgu, fólk er að ræða innflytjendamál. Einhvern veginn virðist fólk ekki upplifa þar að það geti einhvern veginn bara að halla sér aftur og sagt að Evrópusambandið ræður þessu öllu. Flest af því sem er til umræðu í kosningum á Íslandi og allt er líka til umræðu í Evrópu vegna þess að löndin auðvitað ráða þessum málum að mjög stórum hluta. Hvort sem það er orkumál eða innflytjendamál eða menntamál líðan ungs fólks, vextur og verðbólga. Allt þetta er líka til umræðu í Evrópu. Þannig að Evrópusambandið það munu hlutir breytast, það munu vera hlutir einhver lög og reglur sem við þurfum að taka upp sem við gerum ekki í dag. Hvað ákvarðanir taka af okkur? Sem við höfum þetta gert svo ég nefni bara viðskiptasamninga við önnur ríki, það er augljósasta dæmið. Það er rétt sem Guðlaug segir og ég lít það sem ákveðin kost, sem að við getum þá samið betur í krafti fjöldans, en við getum í dag gert fríverslunarsamninga í gegnum EFTA eða sjálf við 3 ríki. Evrópusambandið er viðskipta vask- og tollabandalag sem gera verkum að það er einn markaður og þess vegna er ekki þannig að Frakkland gerir sinn eigin fríverslunarsamning við Bandaríkin og hinn ríkin ekki. Þetta vald munum við ekki hafa. Við munum heldur ekki hafa eigin sjálfstæða seðlabanka. Við munum vera hluta af Seðlabanka Evrópu. Þetta verður vald sem við munum ekki lengur hafa. Ég lít á sem kost í krafti fjöldans, en það er rétt. Þarna eru dæmi ákvarðanir sem við munum ekki geta tekið auðveldlega áfram sjálf. En þannig að svo það sé bara sagt, en auðvitað eru í dag líka búin að de facto og de jure, de facto færa Evrópusambandið ákveðin völd löggjöf á Íslandi vegna þess að allt sem snýr að EES-samningnum og innri markaðnum er eitthvað sem við höfum skuldbundið okkur til að vera einsleitt. Þannig að þetta er ekki eitthvað staða sem við algjörlega þekkjum ekki, þó að svo að lagalega uppsetningin á því sé svolítið ólík. En við náttúrulega erum að taka mjög lítinn hlut af gerðum Evrópusambandsins núna. Og við til dæmis höfum ekki tekið... Ég þekki nú þessa leikfimi hjá þér en það er náttúrulega svona að við horfum bara á það hlutfall af köflum sem opnum lokum síðast, þá náttúrulega opnum við og lokum mjög mörgum köflum ESB rétti sama dag og við opnum og sem þýðir þeir voru allavega þriðjungur, sem þýðir það er allavega sá hluti löggjafana sem er svona nokkuð veginn. Það er alveg sama hvernig þú reiknar þetta er mjög lítill hluti. Nei, það er ekki alveg sama hvernig ég reiknar þetta. Þú ert að taka inn... Ákveður alltaf að grípa fram í fyrir mér? Af því að ég hef svo oft teist að halda þessu fram, en þetta aftur ekki höfðræð, en þið takja inn hluti svo ákvarðanir sem ákvörðun að tiltekið fótboltafélag í Hollandi fá ríkistyrk. Það er dæmi ákvörðun sem Guðlaug Þór vill taka inn í þennan heildarfjölda, en gott og vel, ég held að þetta sé ekki höfðræði. Veistu það, bara tölun að tala sínu máli og það er svo sérstætt í þessu umræðu þarna, auðvitað finnst maður alltaf að vera þeim megin í tilvunni, aldrei svo þetta, nú er eina sem maður er að gera, maður er að reyna bara að koma staðreyndir á borðið, bara þannig að fólk getur tekið, og í þessu tilfelli að þá eru hlutvald gerða, það er bara að gefa út eftirskrifstofunni, það liggur alveg fyrir hvað það er mikið
og sömulegis settum við kabla þar sem við erum með, getum satt svona 1/3, þar erum við fullir aðilar út af því að við erum aðilar inn í markaðnum. Síðan ertu með annan þátt annarkvort tökum við ekki þátt í sem gríðarlega mikilvægir og sömulegis að þá erum við með eitthvað sem að við erum að hluta til en þáttir sem við hluta til í umhverfismálunum en til dæmis náttúruverndin sem gríðarlega mikið af því náttúruverndin bannað veiða hval og sel og heimskautaref og hvað þetta að þetta eru þarna gríðarlega mikið valdaframsal og það liggur alveg fyrir og ég hefði ekki þurft að gera en ég var utanríkisráðherra tíma þegar að Evrópusambandið og Bretar voru að semja. Ég búið að sitja mörgu sinnum og ræða þessi mál við Barnier sem var aðalega samningumaður Evrópusambandsins og sömulegis var í miklu samskipti Breta því að við vorum líka semja við þá. Þannig að það enginn að segja mér neitt hvernig þetta sko. Ég bara veit upp á mína 10 fingur bara nákvæmlega hvernig það og þessir aðilega í Evrópu voru ekkert að fara í felum með þá, ekkert að fara í felum það að þeir ætlast að ganga þannig fram að einhver ætlar út að þá verður það öðrum víti til varnar. Og nú getur við sagt, já bara ok, það bara erfið hjónaskilnaður. Nei, það ekki alveg þannig. Vegna þess að Evrópumarkaðurinn náttúrulega stór og hann í þessu tilfelli, bæði okkur og Bretum, að þá hann okkar næsti markaður. Og jafnvel þó að það var alveg reiknað út af því að menn tala nú ekkert hvað gangi illa í Frakklandi og Þýskalandi að Þjóðverjarnir töpuðu líka mjög mikið á því að koma viðskiptahindrun milli Breta og þarna Evrópusambandsins. En það trompaði það að þeir ætlu að ganga þannig fram að það myndi ekki hvarfla neinum öðrum að ganga út. Og til dæmis eins og þetta, þeim finnst sjálfsagt og eru núna búin að festa sig það að þeir vera allavega í 13 ár áfram í lögsögu Breta. 13 ár áfram í lögsögu Breta. Þannig að það fyrir okkur, þeir voru 5. stærsta efnahagsveldi heims, komu svolítið bláir að þessu því að augljós hagur, bæði Evrópusambands og Breta, það sé eins góð viðskipti eins og mögulegt báðir hagnast á því. En það var bara þessi pólitísk áhersla að það skildi refsa þeim sem fær út. Fyrir okkur 400.000 búin að koma okkur inn í sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna sem það auðvitað mjög freistandi fyrir Evrópusambandið og sömuleiðis að við erum þar sem þeir sækjast í auðvitað peningarnir okkar því við þurfum alltaf að borga með okkur. Þetta verður svona 37-40 miljardar á ári sem við þurfum að greiða inn með okkur, eðlilega, og það ekkert óeðlilegt, ég menna það verður frálegt ef Grikkland, fátæku verður, þeir voru að greiða með Íslendingum, þetta eru þeir sem eiga meira, þeir greiða inn og það óumdeilt. Það var ekki þannig að við segjum bara, heyrðu, takk fyrir þetta var smá misskilningu, við misskildum hvað þetta fólst í sig og við ætlum að fara út, það var mjög, mjög erfitt fyrir okkur og fólk verður að átta sig á því að því að sumar ákvarðanir eru bara þannig að það bara eru slæmar og hafa afleiðingar en alveg aftur kræfar. Í þessu tilfelli nokkurn veginn fræðilega ómögulegt að ganga út ef við förum inn og það myndi alltaf hafa með okkur gríðarlega mikið kostnaði för með sér. Við fengjum aldrei samningin. Til dæmis það og það að vel dokumentera, Karl Baudenbecker skrifaði það að ég talaði fyrir því að okkur hleypið ekki bara Bretunum inn í ES meðan þeir eru að vinna úr þessu. Það stóð aldrei til. Það kom aldrei til greina hálfu Evrópusambandsins. Eða Breta. Ég meina Bretar höfðu ekki áhuga á því. Ert þú að segja frá hvernig það var eða? Ég átti samtöl við þessa menn þarna og hérna sem voru utanríkis á. Ég var við það að Bretar höfðu áhuga á því. Ég meina, ertu sannfærður það að... Ég ekkert að sannfærður eitt. Ég bara að segja frá því að ég var þarna, satt við borðið, ég var að ræða við þetta fólk og eðlilega voru við að ræða þessi mál. Og það voru þarna nálgun þeirra sem voru völd var auðvitað það að gera þeir smúðlega eins og hægt þeir kom ekki við borð og segju megum fara í ES en þeim var aldrei boðið upp á þann möguleika. Ég verða að spyrja þessu. Finnst þér líklegt að því að nú þekkir þú alveg mikið þessu fólki í bara Brexit og ég veit ekki hvað vel þú þekkir Nigel Farage og hans hóp. En ég myndi vera svolítið hissa ef ég kemist að því að sá hópur væri ánægður með það fyrirkomulag að þeir myndu með einhvern hætti stimpla ES-reglugerðir frá Evrópuþinginu inn í breska þinginu með sama hætti og við erum að gera í dag án þess að hafa mikið að segja. Ég yrði mjög efins að ströngustu Brexit sinnarnir yrði ánægður með það fyrirkomulag. Ég má svara þessu og bara segja hvernig þetta var og ég þekki Nigel Farage ekki neitt, ég hef aldrei hitt hann eða talað við hann
en ég þekki þetta mjög marg og var í miklu samskiptum við kollega mín á þessum tíma, að þá voru menn að leita að leiða fyrst í svona góðri trú að reyna að gera þetta svona eins vel eins og hægt var, sko. Sem að þetta til næst verið eðlileg leið að gera, meðan menn voru síðan að vinna úr því. Það er hugsanlega ekki framtíðalaust, þess að ég sá fyrir mig þegar það var styrkur fyrir okkur og ég vildi helst fá Bretana inn í EFTA, því að það myndi bara að því á sínum tíma þegar samningun Evrópska efnahagssvæðið var byggðu, þú Evrópusambandið segja og er að glöða að hugsa þegar við bara átt að vera einhvern veginn svona hliðinn í Evrópusambandið, þá var EFTA miklu stærra á þessum tíma. Þú varst með Svíþjóð og Finnland og þú varst með Austurríki inn í EFTA og þetta var svona næstu því jaft og þú hefði getað þróa þetta með ýmsum hætti. En hvað sem því líður, að það sem ég bara segir þetta, að okkur er ekki boðið að fara inn í EES aftur vegna þess að þeir líta á það þegar EES fyrir töðaráðum, þeir telja að við fáum allt fyrir ekki neitt, við séum ekki að borga með inn í þessi verkefni sem þeir eru í og svo framvegis og það er svona útidúr varðandi Bretana, þetta hertist allt vegna út af afstöðu Evrópusambandsins og en það er bara efni í sér þátt að fara kannski Bretar ákvað sína framtíð. Noregur borgar alveg heilan helling inn í Evrópusambandið vegna EES-samningsins. Við erum svo lítil að það er svo... Nei, Normenn tók ákvörðun það og ég var nú í þessu bara þingmaður þá, þeir kynntu það allan og það veit enginn á hverju þeir gerðu það, sko. Við erum með þróunarsjóð sem við greiðum í og bara hlutfallega landsframleiðslu með þarna Liechtenstein og Noregi. Svo ákvað Normenn, og ég bara veit ekki alveg okkur, að komi sinn eigin sjóð, sko, til að styðja ríkin inn í Evrópusambandið. Og Guðinn veit á hverju gerðu það, sko. En svo er það þannig að því að við áttum bara að greiða inn í þróunarsjóð í 5 ár eftir við gengum inn. En Evrópusambandið hefur beitt okkur þrýstingi til að vera þar áfram, en hefur ekki verið tilbúin til að gefa mikið á móti. Þeir eru, og bara átti ykkur á því, og það er áhugavert að lesa viðtalið við Össur Skarphéðinsson sem að fór nú ekki mikið í Vísi. Það er hann að segja bara frá því, bara hvernig að, og hans orð, fransku fasisti, það er pabbi Marine Le Pen, og hún getur orðið næsti forseti Frakklands, ég nota orð Gössur, og svo þarna írskur miðjumaður sem var mjög tengdur inn í, átti sína eigin persónulega hagsmuni í sjávarútvegi, að þeir voru að gera Íslandi erfitt fyrir með allar handar og þetta gekk nú út á makrílmálun á þeim tíma og þeir voru að þessu vegna þess að við vorum að sækja aðild. Ef við færum að inn þá gætu þessi menn og þeir sem að eftir koma, þeir gætu alltaf verið að beita okkur slíkum hlutum og þeir hafa farið illa með litlu ríkin eins og við þekkjum og Pavel þekki mjög vel. Sko, fyrir svona í síðustu viku eða þar síðustu var ég svona eins og oft áður svona leita ykkur á tímarit.is og þá kem ég að stórri grein sem þið skrifuðu Bjarni Benediktsson og Illugi Gunnarsson. Þetta er náttúrulega áður en Bjarni verður formaður Sjálfstæðisflokksins, en það eru þeir eindregnir Evrópusinnar. Þetta er ekkert svo langt síðan. Hvað hefur breyst? Það eru sko sérstaklega Bjarni náttúrulega, áhrifamenn í flokknum. Svo kannski meira bytti Guðlaug sem langar samt að grípa þetta eitt að því að ég held reyndar að sé rétt að ef göngum í Evrópusambandið þá verður ekki líklegt að göngum úr því. En ég held að verði líka út af því að mér finnst mjög ólíklegt að ESB aðild verði mjög umdeild í samfélaginu ef að Ísland ákveður taka að skrefa gangar inn. Og það er bara vegna reyslunar vegna. Það hefur svolítið verið þannig með það alþjóða samstarf sem við tökum þátt í sem oft hefur verið umdeilt á þeim tíma sem við höfum verið að sækja eða í ferli, hvort sem við nefnum NATO, einhverja GATT-samninga, EES-samningin, allt þetta var gríðarlega umdeilt á sínum tíma, en síðan þegar menn komnir inn, þá metum við það okkar hagsmunir sem lítilla þjóðar séu þær að taka þátt í slíku samstarfi. Og ég efast til dæmis það að stjórnarmálamenn í meginstörnum stjórnmálana, ef við göngum inn, sama hvað þeir eru í dag, munu beita sér milli hörku til þess að ganga úr sambandinu á næstum áratugum eftir ef við göngum þar inn. Það er líka bara þannig að ef ég tala við norræna stjórnmálamenn, sama hverju liggja á lítrófinu í dag, það eru ekki margir þeirra í þessum löndum sem eru í ESB, jafnvel sem eru nokkuð langt til hægri og nokkuð íhaldsamir sem tala fyrir því að ganga úr Evrópusambandinu. Það er náttúrulega algjörlega hagur okkar Pavels að ganga inn.
það liggur alveg fyrir. Það er hagur Íslands að mínum átti. Nei, það er hagur okkar tveggja og stjórnmálamann og embættismann að ganga inn. Þetta myndi alveg breyta algjörlega sko, möguleikum okkar í vinnu og öðru slíku og það við værum í Brussel, í skattaparadísinni þar. Þetta er náttúrulega bara stórkostlegar aðstæður fyrir okkur. Það er engi vafi að þegar fólk myndi horfa fram á það að við vorum að missa völd í allar handa málum sem okkur við sjálfsagt að hafa og eigum að hafa, að það er mikil andstæða við það. En það eru auðvitað mjög sterk öfl og þarna sem að vilja halda þessu saman þó þeir segja allt annað vimman þegar að maður á svo spjall við þau. Ég eignaðist fullt af vinnum í minni tíð sem utanríkisráðherra og svo sem fyrir þann tíma sömulegis sem þingmaður í alþjóðasamstarfi. Það var engin ráðherra, engin kollegi minn sem hvatti mig til þess að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið. En sumir sem að sögðu heima fyrir bara töluðu upp Evrópusambandið sögðu bara alls ekki fara þarna inn. Vinnan og orkan sem fer í þetta er alveg gríðarleg, bara sem dæmi að því að við lögðum mikið upp úr því að efla hagsmunagæsluna gagnvart EES og besta leiðin til að efla hagsmunagæslu EES er það að þú sért að hafa áhrif á gerðirnar á fyrstu stigum og sem EES-ríki að þá höfum við aðgang á svona 600 hópum. Það þarf að manna þá og þú þarft að vinna þá vinnu skipulega. Ef við gengum inn að þá eru hóparnir 2500. Og við með okkar utanríkisþjónustu, við vorum fórust í norðurslóðunum, við vorum að leggja áherslu á öryggis- og varnarmálin, við stórum tengslu við Bandaríkin, Bretland, vorum í mannréttaráðinu, þróunaraðstoðinni, hvað það er. Þarna Norðurlandasamstarfinu auðvitað, númer 1 og 3. En sko, þú veist, þú þarft miklu meiri mannafla ef við ætlum að gæta hagsmuni okkar í þessu. Því það er verið að taka ákvarðanir alla daga í Evrópusambandinu, hjá Evrópusambandsríkjunum sem hefur áhrif á fólkið í Evrópusambandinu. Og bara það, og hvað er þurfum ekki að sitja í öllum nefndum. Nei, þú verður að gæta hagsmuni. En við fengjum meiri áhrif og það kostar auðvitað þá að gera það er rétt, en ég held að það sé þess virði. Þetta er sko, við erum að ráða svolítið núna. Hví skildum við láta útlendingar ráða þessu og reyna að hafa áhrif á útlendingarna ákvarðanir sem að snúa okkur. Bara núna þegar þeir brutu EES-samninginn, Evrópusambandið, þeir brutu EES-samninginn, að þá var það út af einhverjum hagsmunum einhverstaðar í Slóvakíu og Slóvaníu og hvað það var. Þetta voru einhverju starfsmennir heildarstarfsmennir eitthvað nokkur hundruð eða þúsund eða hvað það er. Og þeir gekk svo vel í lobbýringun inn í Brussel að þeir gengu það skref að brjóta EES-samninginn. Hvað heldur við værum í mörgum svona málum að taka slægjum allt milli himins og jarðar? Og svo annað, ég skoða líka, einhver getur sagt, þetta gengur svo rosalega vel. Já, er það? Ok. Skoðum Draghi-skýrsluna. Ég meina, Draghi er sko, þú veist, eins heitur federalistu ESB sín svo hægt er. Hann fer bara í lungum málum. Þvert á sem við ætlum að þá er samkeppnishófn okkar að skerðast allstaðar. Og við erum að drepa okkur í reglugerða fargani og meðan að Washington kemur 3000 gerðir og þá komum við með 10.000 og hann fer bara yfir það að þau markmið þetta er skrifa út í Lissabonsáttmála og í raun öllum sáttmálum að Evrópa á að verða efnahagslegt eitthvað stórveldi ekkert að þessu gengi eftir og það er náttúrulega bara að þú ert með uppbyggingu sem er ekki mjög góð sem er einfallega þessi þú ert með embættismenn sem að ráða gríðarlega miklu og þau hafa ekkert aðhald. Það er enginn að kjósa þá inn eða út og þeir sem eru með mestu... Það stjórnkerfið sé svona veikt þarna. Já, það var gott að vera veikt en það er sterkt. Og Já, eða hefur ekki fylgist ekki með því sem er að gerast í læginu. Hvernig, sko, þú veist bara hvernig þetta er. Að það er bara alltaf sama. Og það er ekki að þetta fólk er með horn og hala eða eitthvað ofslega illa innrætti eitthvað. Þetta er ekkert svoleiðis. Það er bara að þú býrð til fyrirkomulag þar sem að eitthvað fólk er með mjög mikið völd. Og það er ekkit aðhald, það er ekkit kosið inn eða út eða það eru fjölmiðlar að fylgjast með því að hvað það er. Þá alla jafna, þá gera slæmir hlutir. Og það er nákvæmlega sama sem búið að gerast varðandi Evrópusambandið. Og þetta er í rauninni bara, sko, það er hægt að segja endalansar gamansögur af þessu en að fara til dæmis í Evrópuþingið og upplifa það sem er í gangi þar. Já, þú sem gamall blaðamaður, ef að þú hefur verið að fjalla þetta, það hefur verið marga forsíðnar sem þú getur að skrifa, sko. Já. En það er engin... Dugði nú alveg hérna áður fyrir. Ég nákvæmlega. Nei, til að fá fréttirnar, sko. Nei, ég er að segja, skilur, ég skil hvað það segja. Ég meina, okkur stjórnmálumennum finnst ekki alltaf því blaðamenn sangjarnir eða sangjart, en það er guð með góðu hvað er miklu betra því sem hafa aðhald með okkur, heldur en ekki.
Já, kannski eitt sem við ætlum að fara að hætta, sko. Við erum að fara að hætta. Já, eitt sem Guðlaugur nefndi þarna áðan veist, ég vil þetta bara kannski ekki smætt þetta niður í það að maður sé hérna í einhverju baráttu til þess að hérna einhvern veginn auka sína atvinnumöguleika. Ég hef nú komið til Brussel og mér kannski ekki endilega, svo ég segi bara, mest spennandi staður til þess að vera á. Það mjög margt aðri staðir í heimi sem eru hérna meira spennandi, en ég líti á þetta út frá hagsmunum þjóðarinnar. Og eitt af því sem við ekki mikið rættum bara hérna geopolítiska staða. Ég meina, það hefur auðvitað ekki farið fram hjá neinum og það aðeins breytt ástand í heimsmálunum og ég tel að sé rétt að ríki Evrópu standi saman og við eigum þetta góða samleið með þessum þjóðum. Við höfum tekið upp mikið af þessum reglum og lögum sem Guðlaugur nefnir hér. Ég meina, það er auðvitað margt sem varðar samkeppnishæfni, varðar innri markaðinn og margt af því tökum við upp hvort sem er. En ég meina, ég hef bara verið viðstaddur og heyrt þegar fólk hefur til dæmis frá Danmörku talað það að í tengslu við deiluna sem varðaði Grænland við Bandaríkin, þá hafi skipt töluverðu máli að Danir hafi verið í Evrópusambandinu, bæði út af því að þarna áttu þetta að beita ákveðnum viðskiptaþvingunum til þess að ná fram pólitískum áhrifum og svipaður temningu varði Spán í dag. En þetta er bara líka það er gott að vera í ákveðnum klúbbi og Evrópusambandi klúbbur þar sem fleiri ríki skuldbinda sig að standa saman pólitískt og efnahagslega. Og ég vil að Ísland sé hluti af klúbbi þar sem fleiri ríki eru lagalega, pólitískt og efnahagslega skuldbundin til að standa með okkur. Já, það er mikil umræða framöndan. Já, ég bara, þetta er tímabundið ástand að með breytast, að því að menn eru raunni bara að nota Trump til að hræða okkur inn í Evrópusambandið og mér er bara áhuga. Það er alltaf gott fyrir Ísland að hafa bandamenn. Já, algjörlega, við ættum kannski sinna þá eitthvað aðeins Norður Ameríku, en svo vittu aftur í Össur, við talum við hann sagði að það gæti verið að franski fasistinn er næsti forseti Frakklands. Ég veit ekki hvort að það sé eitthvað í þá veru, það sé eitthvað sem er í samræðum við okkar gildi. Já, og ég bara hvet fólk sko þetta er ekki Norðurlöndin, Evrópusambandið. Og ef þú ferð og skoðar ástandi í hverju landi fyrir sig, að þá held ég að mjög fáið segja, heyrðu, þetta er nú eitthvað fólk sem að við hefum ofsalega mikla samleið með, því að jú, við hefum alveg samleið með því að við erum bæði skilgreind í þessi álfu að vísu við að mjög litlum hluta, en það er aukatri, en sko ekki vera að fegra þetta blessa Evrópusamband og forystumenn þessara landa. Það er finna lönd sem við hefum meiri samleið með samt. Já, er það? Ef að fara yfir löndin? Ef fara Ungverjaland eða Búlgaríu eða Við erum búin að vera lengi. Meira samleið með þessum löndum heldur flestum löndum. Við erum búin að vera lengi. Já, ég ætla að þakka ykkur fyrir komuna. Takk svo leiðis. Við samleið Vesturlöndum. Takk. Og Páll Bartosek. Og við verðum hér aftur að viku liðinni. Sæla sinni.